Get ready with us. Já! Oh my goodness. Hérna á þessum fallega miðvikudegi, getting ready. Já, við erum ekkert eðlilega sætar. En við ætlum að taka smá glow up bara hérna í beinni. Bara í beinni. Já. Yeah, I'm looking like someone's grandma, sko. Já, ég bara, veit ekki, someone's grandpa, kannski. Ég bara, þú veist, ég var einu sinni alltaf svo dugleg að setja í mig rúllur og eitthvað svona. Já. Ég er búin að vera snoozing on Same. it. Ég bara, stundum við setjum rúlur, það er bara svona, wow, ok, nú man ég okkur ég gerði þetta alltaf. Já, ég veit það. Ég skil ekki. Mér fannst sko auðveldara að stíla sér á mig hárið þegar það styttra. Já, það make a sense. Já, það lekur meira úr svo Já. þingra og síðara Já. hári, skilur. Ég svona kann minna á þessa sýtt sem ég er með. Já. Líka kannski þarf það að fá það styttur. Já, Þú veist, ofan í sýttina, skilur. Ég er með ógeðslega mikið að styttum í mér. Það hjálpar alveg. Já, það hjálpar mjög mikið. Já, ég þarf eitthvað að skoða. En ég er bara að reyna að vera með eitthvað smá blóð í dag. Já, I love it. Þannig að ég ætla að með þessar rúllur og ég labbaði svona inn á skrifstofu og það er bara fínt. Já, ég er alltaf með svona overnight dæmi þegar ég labba inn, sko. Já. Það er allir sér orðnir vanir okkur á þessu rými hérna. Ángríns, Það það er getur að vera. En ég er líka með gúa sjamin. Já, ég þarf að gúa sjá mér. Lauga Spa Organic Skincare. This is your sign. Ef ykkur vantar til gúa sjá, það er bara ógeðslega auðvelt að fara að næla ykkur í. Já. Ef þið eru í kringli, þá getur bara pikkað þetta upp í kringli. Ef þið eru í vörklass, getur bara pikkað þetta upp í vörklass. Eða þið getur fara á Organic Skincare. Þetta er náttúrulega mesta svona glow up tricksið er gúa sjá. Þetta í alveg, fólk er bara svona, virkar það? Þetta virkar. Já, it does. Þetta tekur alla svona vökvasöfnun og eða blótið í framan, þetta geggjað bara svona, já, ef maður er búin að borða mikið salt eða eitthvað skilur þannig það er alveg, þetta er svona eitthvað sem maður þarf að muna eftir að gera. Já, 100%. Ég er ekki alveg nógu dugleg með þetta, sko. Nei, sko, ég skil ekki, í tæplega 9 mánuði náði ég að gera þetta 2 á dag. Já. Og það var líka svona desperate til að taka up the bloat. 100% og að því að ég sá bara, ég verði eitthvað sem að deila með ykkur, bara myndir, ég ætla alltaf að búa til TikTok þetta, bara þú veist, að það spurði mig ykkur á glow up svo TikToki sem ég gerði eitthvað, virka góð að segja, ég ætla alltaf, en ég er búin að finna myndir þar á mér, bara síðasti þátturinn sem ég tek upp ólétt af Emblu versus síðasti þátturinn sem ég tek upp ólétt af Elizabeth. Einu munurinn, ég með sama kyn og allt þannig, er bara ég góð að segja mig. Já. Þú veist, literally. Einmitt. Ég er ennþá, ég hélt ég hefði sloppið við allt blót með Elizabeth. Það var greinlega ekki, ég var alveg, þú veist, blótið í framann. Sem er alltaf bara eðlilegt. Já, ég hélt bara að ég var svo duglega góð að segja mig, ég hefði bara alveg getað sleppt því. En ég samt sé bersinlegan mun á mér, sko. Ég er að sína þessar myndir. Já, spennt að sjá. Og það var í alveg einu munurinn var bara þetta, að ég er góð að segja mig. Þannig ég tel það í alvörinni bara, líka bara virkja þessar, þú veist, frumur hérna framan í manni. Já, bara auka blóðflæði eða það er svona smá lymphatic drainage sem er náttúrulega the goat í öllu svona blóðdæmi, sko. Akkurat. We need this. Já, ég sé alltaf minna því ég duglega þessu, sko. Já. Og þú veist, Jóa, hún er alltaf the queen of gua sha, hún er svo dugleg. Ég veit það. Og hún er náttúrulega bara með snatched face for life. Ég held, sko, í alvörni að bara svona, maður ætti bara að vera með eitt á sófaborðinu sinu þegar maður situr og horfir á sjónvarpi. Maður ætti að vera með eftir náttborðinu sinu þegar maður er upp í rúmi og horfa á eitthvað. Bara þú veist að þegar við veitum ógeðslega margar sem fara bara með upp í rúm og eru bara að horfa á eitthvað og eru að gera þetta með hann. Það er ógeðslega sniðugt. Ógeðslega sniðugt, mér dettur þetta aldrei í hug. Nei, mér aldrei dottið í hug. Nei, fjöldur. Þú þurfum að gera það. Ég er að segja, við erum að kaupa okkur fleiri. Já, bara eigið út allt. Já, bara einn í náttborðinu, ég held að það sé ógeðslega sniðugt. Ég tek þetta ógeðslega mikið með mér til útlanda, þá er ég dugleg. Af því þá er maður svona eftir flugið og all the food og þannig. Já. Og þar er ég svona duglegust, sko, en já, ég þarf bara, þú veist, að grafa þetta meira upp. Þetta þarf bara að vera beint fyrir fram að mig, skilur, þá er maður duglegri. Já, ég er alveg samlega, sko. Ég tek þetta svona í kostum, en ég var alveg ágætlega dugleg núna í janúar-februar. Ég ætla að reyna að vera duglegri núna. Eða halda bara áfram að vera dugleg. Já, bara keep the good vibes going. Já, ég hugsa að ég get alveg keypt mér eitt bara aukalega fyrir náttborðið mitt. Já, það er ekki vitlaust, sko. For those days. Algjörlega. Sem var chill í brúmu, sko. Já. En já, okkur langar þú veist, það er bara, ég er að sjá glow up allstaðar. Það eru allir að nota þetta orð, það eru allir að tala um þetta, það eru allir að gera það, það eru allir að búið til content úr þessu. Þú veist, það eru bara allir in their glow up era. Já, það var, maður fór inn í 2026 með þetta svona, allir ætlaði að glow up. Höfum við ekki gert það áður? Var það bara svona sér dæmi fyrir 2026? Nei, það var svona ekstra núna. Já. Bara, við tókum sér alveg svona alvarlega this time, allavega, þú veist, stórt ár hjá okkur, þannig að ég var bara, ég ætla að fucking treat myself og bara gera allt það besta. Þannig að já, I don't know, við alltaf fórum alveg ekstrím inn í þetta, sko. Já. Þú veist.
byrjum að bóka á Gunnut og skilur. Já. Þannig að... Maður er hvergi næra hættur, sko, rétt að byrja. Nei, I'm gonna keep this up, sko. Já, þetta maður átt að skilja. En ég bara kann, þú veist, ég bara ána með ykkur öll sem að taka þátt í þessu, sem bara svona að taka smá tíma. Ég bara hugsa bara, ég ætla að gera þetta, þú veist, eitthvað fyrir mig og bara glow up og það þýr ekkert maður hafa ekki litið vel út, maður bara getur alltaf reynd að vera betur útfara. Já, bara eyða smá meiri tíma í sjálfa sig. Já. Bara aðeins að degra sig. Já. Það ótrúlega mikilvægt bara fyrir bæði bara líkamlega og andlega heilsu. Það það, sko. Það alveg hárrétt. Og þannig að við ætlum að gera það. Við ætlum að ræða við ykkur svona hverju okkar glow up tips and tricks en bara almennt spjall hérna meðan við græjum okkur með ykkur. Þetta liður sem við gerum stundum í áskriftinni og erum við stundum að mála okkur og bara jappa. Já, það alveg gaman, sko. Við vildum gera þetta með ykkur líka. Við gerum þetta einu sinni í opinni. Já, það ekki? Jú. Ég held það, já. Þetta númer 2. 2? Líður ekki vel í andlutinu? Jú, mér líður andlutinu sem sé 10 kílóum léttar í andlutinu. Þetta geðveikt. Þetta ekki alveg. Þú veist, akkur snúsa maður á þessu? Þetta alveg asnalegt. En næsta sem ég bara svona mitt extreme bara besta glow up brúnkukrem. Já. Og ég set alltaf brúnku undir make-up mitt. Já. Every fucking time. Já. Það bara, þú veist, ég bara ljótið, ég gera það ekki. Og það busta. Já, ég á að vera með hann ykkur, það sant. Ég með minn bara hérna á hljónum. Já, takk. Getur við? Ég að nota eina markin bein hyaluronic og það náttúrulega bara the goat, sko. Já, ég bara samlega, ég sett á mig aðeins í morgun, sko. Já, þú ert mjög brún og sæt. Takk, annars hefði ég ekki gert það. En annars hefði ég verið að gera. Já, sem ég hvít, sérðu. Þetta hræðilegt. Nei, samt alveg komið mjög mikið lit núna í andlutinu eftir góða sjæðið. Já, bara smá blóðflæði. Já. Nei, en ég mitt, þú veist, við eigum öll þessa dag, bara ég svaf hræðilega, þetta bara hörmulega nótt í nótt. Og það svo ógeðslega auðvelt, allan að mér finnst, svo ógeðslega auðvelt að vakna og vera bara eitthvað, og þá bara verður dagurinn þannig, þú veist, að því hann byrjaði þannig. Já. Það besta sem maður getur gert bara feika það. Bara, oh my god, ég átti svo geggja, bara svona vakna, fara í styrtu, glæði sig, fá sér kaffibóta, koma sér að stað, fara út, skilur við, mála sig, þú veist, ég reynda að málaði mig ekki morgun, en þú skilur konceptið, svona leið og maður svona feikar, og bara nefn, þetta gerist ekki. Já, og líka bara ekki að, þú veist, við náttúrulega beiluðum á morgunæfingu morgun. Já. Þú veist, og ekki láta það eyðileggja daginn. Nei, nákvæmlega. Af því þá líður með að vera svona smá þess að aumingi, skilur við. Já. En þú ert ekki aumingi, það bara stundið þarf maður að hlusta á líkamann. Það bara 100%. Bara vöknum bara báðar, bara sendu hversu annar SMS bara ég bara svaf ekkert í nótt. Og það bara allt í lagi stundum. Ég veit, og leiðust þannig að æfa, þegar líkamanninn að segja stopp, þá ertu líka ekki að fara að sjá eða fá neitt árangur. Nei, algjörlega. Þú veist, þegar ég held að sé bara langmikilvægast að bara hlusta á hann og þú veist, og við líka mætti í gymmið og verið bara eitthvað, ok, við kannski ekki alveg stuð fyrir þessa æfingu. Ef við kannski bara fara aðeins meira svo low-paced æfingu, eða ef við frekar ekki, ef við kannski bara taka þetta frekar í stað fyrir þetta. Það líka bara, það heitir að hlusta sjálf á sig og vera sniðugur. Já, bara gera það sem að þess líka með tilbúin í. Stundum ég bara ekki tilbúin burpees, skilur. Oh my god, ég aldrei tilbúin burpees. Þú varst samt alveg góð í burpees. Leðum að byrja náttúrulega burpees, þú veist, ég veit enga mannsku sem elskar burpees. Nei, það væri náttúrulega bara psykopati. Já, það náttúrulega alveg sko psyko. En þú veist, ég alltaf að reyna að gaslýsa sjálfa mig að burpees bara að standa upp og leggast niður. Þú hefur ég veist í segjarsrættingu svo ótrúlega. Já, því að þú veist, ég hata burpees svo mikið, en ég hugsa bara, ok, ég þarf bara að standa upp og sittast niður. Það ekki að hoppa lengst upp í, þú veist, heiminn game eftir það. Ég hugsaði því að ólétt, nú get ég ekki gert burpees. Já. Eins og ég hafi verið að gera þér. Ég gerir bara burpees í völdvitt, sko. Já, ég ger aldrei bara in my own free will að gera burpees. Það væri rosalegt. Ég veit að þegar það var COVID og ég var alltaf að æfa heima, þá var ég alltaf svo mikið í völdvitt, þannig að ég var bara að gera burpees heima, skilur. Já, í bílskúrum. En þú veist, þetta ekki æfing, en þú veist, maður bara svona ákveð, maður hata hana, veist hvað ég meina. Hún bara erfið. Hún samt, það alveg til erfiðar hlutir. Já, hún alveg erfið. Þetta bara svo allur líkaminn. Upp og niður. Og hausinn og allir bara. En ég hugsa bara svo oft, bara svona, þú veist, ég horfa á erfiðar æfingar, ég bara svona, ég þarf ekki að push myself. Nei. Ég get bara að fara á mínu peysi og svo enda maður bara á því að fara, þú veist, að ná að gera þetta almennilega, skilu. En maður hugsa bara svona, ég þú veist, ef þetta erfitt þá bara tekið léttara. Ég hugsa alltaf þegar lappinu verður fyrir þessu setningu. Ég ætla bara að gera þetta rólega. Já. Ég ætla bara að gera þetta bara mínum hraða, bara rólega. Svo bara... Já, en maður hugsa þetta, skilur. Ég veit það. Þá
Nenni maður sem frekar. Já, nákvæmlega, ég segja sjálfur mér til þess að nenni þessu og svo byrja ég bara, maður langar að pusha sig, maður langar alltaf að pusha sig maður byrjar. Þetta líka alltaf auðveldra, þú veist, heldur þegar maður að lesa þessar æfingar, skilur. Það er líka spennandi helgi framöndan hjá okkur. Já, rosalega helgi. Við erum bara, ég veit að við erum að tala glow up en við erum svona aðeins að tala það. Já. Ekki? Jú. Við erum við erum að fara veislustýraföstudaginn, það verður mjög gaman. Mjög spennt fyrir því. Og svo erum við að fara að vera með smá svona spjall á ungar atvinnukonur. Já. Líka cute. Það er ógeðslega cute. Það er gaman að fá að svona sittast í það sæti að tala bara svona aðeins. Já, við erum ekkert eðlilega honored. Já, það er ángriðs, mjög flott sko. Já. Og ég er mjög ánægð og ég er mjög spennt að heyra líka bara svona að þið viljum líka vera bara með svona opið spjall fá spurningar úr sal ég er mjög áhuga sem að heyra hvað spurningar fólk hefur til okkar vonandi getum við svarað öllu já, ég meina, ef þetta er bara um okkar business þá það er enginn sem þekkir hann betur en við ángríns þannig að það er spennandi þannig ef þið ef ykkur langar að gera eitthvað svona uppbyggilegt úr daginn eða gera eitthvað sérlegt kikið á okkur þetta ekki lokað það? Þetta ekki miðasala á eitthvað? Jú kaupið með það? Ég er ekki uppselt það. Ég veit það ekki, kannski er uppselt, bara tjekkja á því. Ég held að þetta seljast mjög uppur rætt, sko. Ok, ásækki það. En þið getur kíkt á Instagrami og ungar atomkonur. Já, kannski eða laust. Já, ég veit ekki, en ef það er laust, endilega kíkið. Já, það var geðveikt. Og bara að vera mjög skemmtilegt. Já. Já, þannig að við erum að gera það, svo er að fara að laufi. Já, svo er að fara að laufa á sunnudaginn. Já. Ég er svo spennt. Ég er ógeðslega spennt fyrir því. Ég líka. Ég er spennt að sjá hvernig hún verður og já. Hvernig hún er klædd. Við náðum mikið mið á laugardeginum, sko. Ég er ennþá að svekkja að því. Já, við reyndum ekki einu sinni, var það? Nei, það var uppselt. Við reyndum ekki, nei. Já. Við bara föttum mikið myndum á því. Já. Svo gerðum hún svo aukatónleika við, ok, við ætlum að ná því. Þannig ef ykkur vilt skipta, þá erum við opnast. Það kæmist þú á laugardeginum. Já, það er bara klukkan 8. Já, jú, kæmist alveg. Já. Einmitt, við erum að snemma í ungar atomkonur. Já. Einmitt, já, þannig að það er skemmtilega helgi framöndan. Og einmitt fyrir svona helgar og þannig, það er bara, þú veist, fyrir svona stóra dag og maður alltaf að reyna að glow up og ég náttúrulega tók alveg sér bara tímabil fyrir ammælið mitt núna. Já. Tók byrjun þessu ári. Einmitt, þú ert búin með glow up series á TikTok. Já, svona, þú veist, mann gæti svo sem alveg kannski haldið áfram. Já, okkur ekki. Já, ég vildi bara svona inn á milli, skilur. En ég vildi bara klálega að ég vera svona hvati í að reyna að gera mitt besta og gera eitthvað nýtt og já, bara reyna að fara inn í hennar nýja aldur og hugsa, já, það er svona lítið út, það er best sem ég gat. Já, einmitt. Bara trying to look the best, skilur. Já, það er ekkert að því. Nei, að vilja líta sem best út, sko. Nei. En þá eru svona nokkur hlutir sem ég fekk sent svona nokkur nýjur hlutir sem að ég tilengaði mér og þú veist, ég var alveg að leita upp af glow upi í allar áttir, þú veist, ok, hvernig get ég látið húðina mína glow up, hvernig get ég er með markmið að grannast, skilur, kannski aðrir með eitthvað annað markmið, skilur, þú veist, hvernig get ég bara náð hvað er sniðugt að gera, hvað venjur get ég sett mér til þess að ná mínu markmiðum og mér langaði líka bara að hárið mitt myndi síkka, tennurnar væri hvítari, bara allt þú veist, þannig að þetta er mjög það er auðvitað að fara í glow up bara með hárið sitt og bara með, þú veist, húðina og algjörlega. En ég vildi taka bara svona það halle bakkan. Það er bara alle malles. Alle malles. Nokkra venjur sem að ég svona tilengaði mér sem við fekkjum eitt sendi í kommentum. Ég til dæmis núna eiginlega undantekningarlaust alla mótna drekk volt vatn 500 ml með hálfri sítrónu kristóni. Ok. Já. Það er skemmtilegt. Það er skemmtilegt og mér það er ekki örugglega rör. Ég reyndar nota ekki rör, ég ætti að vera duglegri í því. Og það ekki svona glerrör eða hvað? Jú, já. Ok. Mér er bara hvernig betra að tjögga þetta. Já. Maður verður að nota rör eða með sítrónu. Já, satt. Kæri hlustandi. Og Birta. Og ég. Já, þannig að þú veist, það er, ég ætla að reyna að sjá hver voru hérna ástæðan. Akkur minnir mig það með á Pál Óskar. Okay. Man bara eftir því að hann sagði verið í útvarpinu í gamla þetta, hann gerði þetta alltaf. Það? Já. Ok, Palli, Já, ég gerði þetta alveg á tímabili eftir að ég heyrði hann segja þetta. Í alvöru? Já, ég var bara slei. Það er talað um hérna að það muni hjálpa að losa við eiturefni úr líkamanum og þetta sé mjög hátt í vítamín C sem að hjálpar þér að svona upp á óðnæmiskerfið. Þetta getur minnkað einkenni af til dæmis kvefi. Þetta the potassium content muni næra hausinn og taugar.
your brain, heilaðin og taugar. Og þetta getur líka hjálpað til með bara svona að rétta úr ójafnvægi eins og í matarlist og þannig. Geðvægt. Já, hann ég allavega, ég gert þetta og mér liði mjög vel. Já, love that. Það eitthvað svona, Það að byrja að gera það. Ég er líka búin að heyra að María, frá svona öllum sem gælum á TikTok sem eru gett mikið svona all in í þessu, að þær drekka alltaf te á mótnana, bara grænt te. Já, einmitt. Ég er bara ekki mikið fyrir grænt te, sko. Nei. Ég þarf alveg bara að hætta að drekka bara kaffibólla á mótnana, sko. Já, einmitt. Það getur ekki verið gottur mann. Nei. En færðu prótein áður? Ég fæ mér alltaf kefir, sem er sem smá prótein í bara. Já. Að ég vill alltaf kóta maður minn, skilur við. Já, En ég get bara, ég fæ bara egg, hann ég get ekki lengur fengið með egg. En það erstu með egg? Ekki mótnana, þess get ég fengið með bara svoðið á mótnana. Já. En ég ef líka bara, ég vakna núna alltaf, þetta er eitthvað nýtt hjá mér sem ég er bara kortaði líka við þér, geðað lengi yfir þessu. Ég er ekki svöng, mér er bara óglatt. Já. Bara alla mótnana, ógeðslega pirrandi. Þá er gett erfitt svona einhvern veginn að ná próteinmarkmiðinu sínu, af því ég er bara ekki svöng fyrir bara svona 3-leitið eða eitthvað. Það er náttúrulega, já. Það er einhver ójafnvægi. Það er eitthvað í gangi, sko. Eitthvað, sko. Já. En pröfaðu allavega þetta sítrónuvatn. Já. Bara svona komið inn og svo reyndu að bara setja eitthvað prótein ofan í áður og drekka kaffinu. Ég náttúrulega gera það, sko. Já. Það er bara prótein kefir. Það er alveg 26 gram í því, sko. Já, það er mikið. Já. Það er bara fyrir eftir hversu mikið ég næja ánum niður. Já, ég skilji. Ég allavega, ég hef reynd að hafa það sem venju að fá mér alltaf eitthvað prótein fyrir koffín. En svo sumum þetta það bara ekki staðan. Sumum þetta bara það er koffín right now. Já. Þá það bara þannig. Ég á bara alltaf nóg að hinu, þannig ég get svona bara gripið í það. Já, þess bara til að kóta magan. Já, þess niður, sko. En stundum bara, stundum langar mig bara í Nokko eða eitthvað. Stundum langar mig bara í eitthvað, koffínsætt. En þá finnst mér ógeðslega erfitt að vera svona, til að fá mér svo hleðsla áður en fyrir mig Nokko. Já, það er ekki gott í malakút. Fáðu kefir í alvegni. Það er bara svona eitthvað svona góðgerðlar og ef þér svona flögurt á mótnana eða eftir ekki með einn list, þá er þetta svona eina sem allavega ég get sett honum í. Já, nokkulega. Þetta er bara svona, þetta er svo pure eitthvað. Það er gott. En já, þannig að ég allavega er að setja það í vana minn að drekka þarna smá sítrónuvatn. Já. Svo náttúrulega bara, já, reyndi ég að gósa. Ég skil ekki, ég er bara ekki að ná þessu markmiði með skrefin, en það er alltaf eitthvað sem ég er að reyna að ná. Já, mitt. En þetta er ekki vana mínum. Nei. Að bara literally fylgjast með þessu. Mitt. Ég er bara svo komin í rúm, ég eftir að tjekka. Já, ok, það er bara 1 klukkan á mínútu, þetta voru bara svona mörg. Já. Ég skil ekki, þetta er ekki svona mikið, ég verð ekki obsessed af þessu. Nei, ég er mjög obsessed af þessu, sko. Já. Það er mjög sjaldan sem ég næ ekki skrifunum mínum og því þarf ekki svona að reyna lengur, sko. Nei, það er geðveikt. Já, en líka eins og ef það er busy day, eins og í dag hjá okkur, þetta er busy day hjá okkur, þá hleyp ég. Og næ 10 skrifunum bara á æfingunni og þá er ég alltaf í plúsnum, eftir á. Það náttúrulega, það telst ekki kannski með hinsegin, en þá er alltaf allavega að koma með 10 skrifin. Já, nákvæmlega. Það er mjög sniðugt, sko. Þannig að já, maður þarf alveg svona að bara, sitja í vana sinna eða þú veist með busy day og fara að hlaupa bara smá, það er svo ógeðslega fljótt að koma þannig. Já, það kemur mjög fljótt. En líka bara, vakna og fara göngutúra og þú veist, fólk með hunda er alltaf með fleiri skref heldur en venjulegt fólk, eða þú veist, fólk sem á ekki hunda. En það er svona svo oft sem ég fer ekki eins og út með hundana heila daginn, bara bensi sérum þá. Ég samt alveg með 12 hundar skref, ég er bara svo, hvernig er ég að fara að þessu, hvernig fólk ekki ná þessu? Ég er bara svona að spá í hvað er ég að gera. Ég veit ekki, því ég næ svo oft ekki. En þú líka tekur miklu minni skrefni. Svo er það kannski það. Þú tekur miklu minni. En ætti ég þá ekki að taka fleiri? Jú, reyndar. Já. En eins og þegar við erum að labba bretti saman, þú getur ekki verið með sama hraða á ég. Nei, ég get ekki. Þannig að þú... Þá er ég byrjað að hlaupa. Já, þú ert að taka færri skref. Já, jú, já, einmitt. Ég er komin meira í kílómetrum að því þú bara getur ekki aðeins að hlaupa. Ég veit það. Þannig að þú getur líka verið bara hæðin, skilurðu. Já, kannski. Bensi tekur fleiri skref en ég, þú telst örugglega bara, það er örugglega ekki að vera að telja hversu langt. Per skref. Já, fattarðu. Já. Ef ég tek stærri skref þá tek ég meiri vegalengd á styttri tíma. Já, trú. Kannski er vegalengdir sem er svo talið þá, já. Örugglega vegalengdir, það er ekki bara að telja hvert einasta skref. Nei, nákvæmlega. En já, veit ekki.
En þetta er einmitt svona mitt bara glow up dæmi. Þú ert alltaf með þetta on lock, I know that, sko. Ekki, það er alveg komulega dagar, skilur. Já, en svona heilt yfir. Já. Þú ert með þetta í vanaðinum og í rútíninni. Já, það er svona inn á milli lendi ég kannski í því að það sé 7, skilur. Já, það er bara svona venjulega dagar hjá mér. Já. Þegar ég leggst upp í og þá er ég bara svona, ok. Þú veist, já, þannig að ég ekki já, menn þú fattar það þegar bara það leggst upp í. Ég nefnilega oft þegar ég sé 7 á úrinu mínu, þá fer ég annarkvort á bretti mitt, fer og tek handæfingar inn á baði, að það skilur sér ógeðslega mikið. Bara hlusta á lag og gera handæfingar með bara litlum lóðum eða engum lóðum eða eitthvað, eða bara hoppa út í smá göngutúr með hljóðbók. Já. Það er bara svona, en þú veist, það er ekki alltaf sem maður kannski nenni, skilur, en þú fór að vera að nenna, skilur, til þess að þetta virki. Þetta er svona á þessu markmiði. Algjörlega. Og þannig maður svona put in the extra work. Það er bara með allt. Allt sem maður er alltaf að reyna að ná og gera og bæta. Þú veist, maður þarf náttúrulega bara að leggja vinnu í það, skilju. Jú. En ég ætla að, þú veist, fyrir mig, þetta er bara eitt af þessu sem ég næ bara ekki að setja í vana minn, ég veit ekki okkur. Nei. Að þú veist, einhvern veginn verða svona obsessed að þessu að tala skilju. Já, en ekki segja svona, þú ætlar að halda fram að reyna, skilju. Já, klálega. Ég, þú veist, líka á eftir að setja upp, ég var að fá nýtt úr. Já. Þannig að ég ætla að stilla það og reyna að stilla það bara svona þægilega þannig að ég sjái það. Já, er það ekki með það framan á hjá þér? Nei, þú veist, það er bara, ég menna bara mjög gamlu mitt, en það fyrir að opna hitt. Já, en varstu ekki með það á því? Jú, stundum og svo detta bara út og svo nefndi ég ekki stilla það og þá þurfti ég að fara að tjekka í enda dags. Já, það er ógeðslega pirrandi að þetta sé on my face bara í Apple Watch, ég tjekka svo mikið á þessu. Já. En þess að ég myndi ekki nenna að pæla í þessu ef þetta væri bara inn í símanum mínum, skilur. Já, nákvæmlega. Að það er ekki einu svona accurate, eða það er svo lengi að updateast líka. Já. Ég er bara inn í ræktin á brettinu og ég er bara update, bara tjekka hvað ég komið langt. Ég fer alltaf bara inn í, þú veist, hringina. Já, en það er ekki einu svona updated þar, sko. Nei, nákvæmlega. Það tekur alveg smá tíma að koma þarna inn. Bara eitthvað svona, þú veist, það er að fara hérna niður til þess að finna þetta. Já. Já, svona mikið. Já, en það er ekki einu svona, þú veist, updateað. Pedometer appið, þetta er svona app, skal bara segja ykkur hvað það er, eða þið viljið það heitir Pedometer. Já, Pedometer plus, eða ekki, það er bara að breyta því. Pedometer plus. Já, mjög skrítið, en pedo, þú veist, eitthvað svona nei, þetta er hljómar allt ekki. En þetta þýðir eitthvað svona mælingadæmi, en ég veit ekki alveg af hverju fokkanum þetta er ógeðslega skrítið nafn á þessu. En ekki skýra eitthvað pedo. Ég bara sleppi því. Pedometer meaning, ég ætla að segja hvað, þú veist. Pedometer, þetta er ekki sagt, þetta er örugglega pedometer. Já, þetta er, maður segir örugglega pedometer. Pedometer is a portable electronic and medical device that counts each steps. Já, ok. Þannig orðið yfir þetta. Já. Skrifað teljari eða svona. Já, pedometer, maður segir örugglega ekki pedometer. Lítur að vera. En já, hérna, ég þarf einmitt bara, þú veist, ég ætla að reyna að gera það með nýja úrinu mínu. Það er líka alveg pepp að fá nýtt svona tæki, þetta er dálítið gamalt, sko. Já, nei, gamalt, hvað er það gamalt? Sko, veistu hvað er series? Hvað heldur það þessi series? Ég held að það sé 3. Nei, það er þetta 4, ég held að það er 4 líka. Oh my god, veitu, mitt var, hérna gamla mitt var 3, sko. Já, og gamla Gunna og er 3, gamla Gunna, eina Gunna. Ég svo gaf Gunna, þú veist, Apple Watch og undan ég fekk á Apple Watch. Hvenær var þetta? Ég gaf Gunna. Ég held að þú fékkst undan mér. Nei, ég held að þú fékkst á eftir Gunna og þá átti ég ekki einu sinni. Ok. Ég gaf Gunna, sko, 2017. Já, ég fekk mitt 2017. Já, einmitt, ok, þá voru það bara saman tíma. Já. Ég fekk mitt ára eftir. Já, mitt er 3 nefnilega. Já, þitt var meira svo yngri en mitt. Já, en mitt er náttúrulega, þú veist, mér fannst... Gamla mitt, ég er lengur búin að spenska mér í jólagjöf fyrir alveg. Nei, afmælisgjöf fyrir svona 3 árum eða eitthvað. Ég er ennþá bara með gamla og ég er með það í stærri stærðinni. Já, þetta er aldrei stórt. Sem ég allt sé svolítið eftir. Ég man nefnilega eftir þegar þú fekkst það. Ég eitthvað, af hverju fekk hún sér svona stórt? Mér fannst það eitthvað cool. Já, því ég var bara svona, þú ert minni en ég og þú ert með stærra úr. Mér alveg svona langaði pínu í núna, þannig bara pínu litla. Já, bara badna. Já, en svo er það bara badna, skilju, þannig að... Já, það er geðveikt. Ég myndi aldrei geta að vera með stórt, en ég er samt með líka fyrir eitthvað lítinn úllið, sko. Já, einmitt, já. Þetta er bara, já, þetta er svo chunky. Þetta er það, sko. Já, en bara each to their own. Já, algjörlega. En já, ég ætla að reyna að setja þetta núna bara í vana minn með þessu nýju úri og það er mjög mikið svona glow-up tippir að kaupa sér eitthvað svona, þú veist, splæsa sér eitthvað svona nýtt, eitthvað sem er svona hvetur mann áfram, eins og, þú veist, úr eða nýræktaföt eða... Svona ring.
Hring, já, langar ennþá svo mikið í það. Mér líka. Mér búin að langa mér það mjög lengi. Líka. Einu sem bara, þú veist, þetta ekkert eitthvað það fallegt. Ég veit að það svona eina sem ennþá, en var ekki eitthvað svona rúmurt, kannski Apple var að koma með. Já, það var eitthvað rúmurt. Það sæti blöss. Takk, til Lancôme. Hann svo bleikur. Já, hann alltaf cute. Já, hann það. En, já, það svo erfitt að maður reyna að stay on track og svo bara þetta bara inn í... Við viljum að gera þetta líka alltaf þegar mála eitthvað saman. Má ég prófa þennan? Já. Og við erum að reyna að muna allt svona glow up tips and tricks en þetta er bara spjall, þetta er bara casual spjall. Hvað var ég, já, ég er náttúrulega að pröfa og þú líka, LPG. Já, það er náttúrulega algjör snild, sko. Já. Við erum bara langa að prófa þetta í svona 150 ár. Mér líka. Bara síðan við vorum að vinna í work-class. Einmitt. Og ég sá auglýsingunni og ég var bara, I need this. Já, bara hvað er þetta? Já. Gæti þurft þetta, sko. Bara skil ekki okkur, ég var aldrei búin að bóka mér. En við fórum báðar inn í þetta ár, við núna ætlum við að prófa þetta. Að bara auðvitað. Og we did that. We did that, ég er ánum með okkur, ég líka, sko. Ég er mjög stolt. Ég glemdi held í mínum rót, má ég fá þinn? Blushin? Já. Takk fyrir. Já, það er geggjað, líka bara svona, mér finnst þetta svo þægilegt. Já. Þetta er bara svona sjúað, þetta er bara svona svo nutt, skilur, já, og bara síður upp allt, bara svona, maður finnur þetta bara svona losa allt. Ángríns, maður gerir það, og maður svona, besta útskýringin eftir á, þú veist að því að núna höfum við báðið verið að fara, þú veist, og fólk hefur spurt mig, hvernig líður eftir á? Þetta er bara, ég er bara svona léttar á mér. Ég líka, já, þetta er bara svipað eins og að taka gúasja í andlitið, skilur. Já, og bara fara í gott nutt eða eitthvað þannig, þú ert bara svona léttari, bara liðirnir léttari. Og þannig ég, þú veist allavega, ég er að fíla þetta mjög mikið og mér fannst gott að taka svona, þú veist, það er talað veist, að taka þetta svolítið svona ört í svona smá þjattan tíma. Já, og svo að maður að koma bara svona inn á milli. Já. Skilur, maður á að taka helst 10 skipti, bara svona frekar ört. Já. Og svo á maður að taka kannski einu sinni í mánuði. Já. En þú veist, þetta er náttúrulega bara kostur sitt og maður skilur það alveg, þú veist, þannig að ég skil alveg ástæðina af hverju við hefum kannski ekkert endilega verið að gera þetta áður. Já, ekki þegar við vorum 18 ára og höfum kannski gefnaði. Já, þú veist, algjörlega, þetta er alveg kostnaðarsamt og þú veist, það er engin lygi, skilu. Nei. Og það er bara partur af þessu að líka, að maður ætlar einhvern veginn svona setja sjálf sig í fyrst þetta, það getur bara verið fucking dýrst. Já, maður þarf bara að spara. Já, og líka bara velja hvað er þitt. Þú þarft ekki að gera allt. Nei, alls ekki. Þú þarft ekki, þú veist að... Og svo getur þú tekið tímabili, svo þessi 10 skipti þessu og svo næstu allar að gera eitthvað annað sem er fyrir þig, skilur. 100%. En já, þú veist, þannig að klála mér líka bara svona mikilvægt einhvern veginn punktur að pæli bara, þú veist, ok, já, við gerum okkur öll grein fyrir að þessi hluti kosta, en það er þetta að velja sig hvað þú vilt leggja áherslu á og eitthvað þannig og svo einmitt taka þetta í köflum og gera þetta og svo hitt og líka bara, þú veist, að leifa, þú veist, það gerir líka ógeðslega mikið fyrir andlegu heilsuna en allan fyrir okkur tvær þegar maður leifir sér eitthvað fyrir sjálf og sig og án þess að sprengja bunkan, skilurðu. Já. En þá er það næs að þú veist, maður svona líður bara, ok, ég safnaði mér og gerði þetta fyrir mig. Það er ógeðslega gott. Og það er til dæmis, ef þið eru að nota Indó, eins og við höfum sagt ykkur að gera, þá er þetta náttúrulega hægt að setja upp sparibukana. Sem er ótrúlega sniðt fyrir the glow ups. Já, og það er að setja alls svona skemmtilega sparitricks. Þannig að núna í beinni, ég ætla núna að safna mér fyrir ykkur, ok, hvað ætla ég að safna mér fyrir? Eitthvað glow up tengt. Ok, veljum þetta saman. Hvað get ég safnað mig fyrir sem er núna svona... Eitthvað nýtt sem kannski svona vibration plate? Já, veistu, kannski svona vibration plate. Ég hef kannski verið duglegri að fara á það. Heldur en að labba á? Já. Það er svona lymphatic drainage líka eins og LPG-ið og guasjaði, skilu. Hvað kostar svona vibration plate? Það sem að ég á kostar 40.000. Ok, ég ætla að setja hérna upp að 40.000. Tímamörk, ég ljúka sparnaði fyrir þú veist, mér langar bara að ljúka þessu kemur nokkra mánu í þetta, þú veist, ég þarf ekki að velja en ég ætla bara að setja 11. Júlí. Já, flott. Ok, og það er svona eigur alltaf líkurnar á að ná markmiðinu eða þú setur það niður, þú settir markmið, ok. Svo ætla ég svona að setja inn sparitricks. Ok, þannig að ég get sett reglulegsparnaður og þá set ég pening bara af debitreikning reglulega inn á sparibaukin og ég stilli hvenar. Eða ég getur með peningaskrimsli, þannig að skrimsli getur handáskendu upp að í hverri viku. Ok. Eða ég get átt afganginn, þannig að þá námyndir það kostafærslunar og borga smá meira en ég spara náttúrulega afganginn. Já. Og svo falin gjöld, þannig að öll gjöld sem ég ætti
að vera að borga með því að vera ekki með Indó, það fyrir bara beintina, þannig að ég byrja að borga þau eins og ég væri bara að nota eitthvað allt annað kort þau fara inn á Sparibauk. Já. Þannig að ég ætla að setja faligjöld af því það er 90 krónur á hverri færslu sem fara þá í baukinn og 2,5% á hverri færslu erlendum gjaldmiðli fyrir baukinn. Þannig ég ætla að setja það og ég ætla líka að setja Mér langar að þú setir peningaskrimsli. Ég ætla líka að setja peningaskrimsli og ég get ákveð hver lægsta upphæðin sem hann tekur og hver hæsta upphæðin sem hann tekur og þau koma með dæmi eins og lægsta upphæðin sé 1 króna og hæsta sé 2.500 og þessi er flott þú veist þá var maður ekki allt í einu bara að missa eitthvað 10 skall þú veist 2.500 í hverju viku eða minna eða meira bara ég til í þetta en þau vita hvernig ég vil ljúka þessu þannig að þau hjálpa mér að ná þessu þetta er svo sniðugt Geðveikt sniðugt og ég ætla líka bara að setja námunda færslunar út af því að ég hugsa hvað sem ef ég er að borga eitthvað sem kostar 1670 þá er bara Þetta er 2 skall Þetta er 1700 að minnstu kosti Já, fattur Er hann að námynda upp í 100? Eða Ég veldi það í hverski sem nota korti námyndu upp í næsta 100 Já, ok, mega meira sens En þú getur gert næsta 500, næsta 1000 Ok, það er hægt líka Já, þannig að þetta er ógeðslega spara meira, þá getur maður gert það Þannig að núna er ég bara búin að setja mér upp sparibauk Ég þarf ekkert að leggja inn á hann, ég get gert það, ég þarf þess ekki og þau bara hjálpa mér að ná þessu með þessum tryggsum. Og keyptir vibration plate samviskulaust í júlí. Já, Geðveikt. Þetta er ótrúlega sniðugt. I'm gonna do it as well. Já, minnst þetta sniðugt alveg svona vel þessi markmið og svo getur verið með mismunandi markmið. Ég get verið með eitthvað sem er, þú veist, eitthvað, við erum að fara, þú veist, í þetta í nóvember. Já, bara spara fyrir því núna, já. Og valið bara okkur pínulitlu upphæð, 500 kall, þú veist, sem peningaskrinslu má taka eða hvað sem það er. Og líka bara maður getur verið að byrja að spara fyrir jólagjöfum fyrir bara maka eða eitthvað skilur. Og pældu líka bara að setja upp, ættum við bara að gera það, setja upp bara einn reikning sem er bara sparibaukur, bara með földnugjöldunum. Já. Og bara sjá hvað við spurum á því. Einmitt, það er ósniðugt. Já, ég var allan að þú veist í alvörunni mæli svo ógeðslega mikið með Indó bara... Þetta er svo skemmtilegt. Að þetta er skemmtilegt, það gerir bókhald og þessa hluti skemmtilega sem að eru... Sparnað og svona, ángríns. Bara heimabankar gefa okkur alveg peningakvíða, sko. Það gerir það. Nema Indó. Í alveg, þetta er bara allt litríkt og sætt og I love it. Nei, ángríns og allir svona emoji-arnir og minnst það svo skemmtilegt. This is our language. Já. Oh my god. Við erum náttúrulega, já, klálega. Bara, við erum háðar því, við erum hlindar því að kaupa sér eitthvað, gera sér eitthvað gott. Já. Til þess að ná sínum markmiðum. Algjörlega. Það er bara 100% þannig. Svo eitt sem ég er búin að taka kreatífin smá tíma. Þú ert búin að vera því. Já, ég er búin að vera dugleg. Og vá, þú veist, ég finn svo mikið mun á hausnum á mér. Það er í alvörunni. Það er núna, þú veist, núna er ég byrjað að muna eftir þessu hverjum degi út af, ég er bara svona, ég er ekki með eins og mikil brain fog, skilur og mér líður þess að sé ekki eins þreytt, ég vona að sé tengt því, ég er bara svona, ég er með meiri svona orku einhvern veginn svona í hausnum, ég er ekki svona þóku, svona klátið yfir hausnum á mér, þannig að ég genuinely, þú veist, sé ekki strax einhvern mun líkamlega, skilur en hausin minn, það er eitthvað sem er búið að vera svona, vá, ég verð að muna að taka þetta, skilur ok, það er geðveikt. Já. Ég er bara, þú veist bara svona eftir að ég egnaðist Elisabeth í alveg, mér finnst ég bara að vera orðin heimskar í hausnum. Já, og tala um þetta, ég er ekki að segja að þú sérst það. Nei, en það eru margir sem að tengja við þetta, sem að eignast börn, skilur, bara svona, þú ert bara með pregnancy brain og svo ert bara með, þú veist, bara einhvern veginn svona hormónir er allir í rugli og þú veist, ef þú ert bara búin að segja mér það, ég ætla að byrja þessu núna. Nei, alveg nei. Taka kreatín. Já, bara Happy Hydrate gerir þetta líka svo ótrúlega þægilegt, við erum bara með þetta í stikum, skilur. Já, bara í veskinu. Já, og bara, þú veist, einmitt, núna fór ég til Akureyrar helgina og það bara tekið með mér stikur, í staðan fyrir að taka ykkur dunk, skilur. Það er svo þægilegt að geta nota Happy fyrir að ferðast. Já. Og svo bara, náttúrulega líka algjör glóðtips að taka electrolytes. Já, og ég gerði það alla daga, þú veist, núna í mínu glow-up ferli og reyna að gera alla daga, alltaf, sko. Same, ég er bara lifi fyrir Happy, sko. Það er bara geðveikt. Við erum alltaf líka búin að vera að pröfa gusur. Já. Við erum alveg að pröfa alls konar. Já, við erum búin að vera að fara í litla sánahúsið. Það er svo gaman. Nei, þetta er svo gaman. Og sko, þá fær maður líka, þú veist, steinum og söldu og eitthvað. Já. Og að drekka Happy Hydrate eins og þegar maður kemur heim. Það er líka svona, it's like a reward. Bara ég á það dugleg. Ég er farið með 2 stikur í dag, skilur. Já, það er svo gaman. Já. Og þetta er svo gott, maður er svo þyrstur. Ángríns. Þetta er svo gott þegar maður er búinn.
það er svo gott líka bara að romantæsa happy þessi, þetta setja bara geðið mikið að klökum og ekki það kretin í þetta út í byrsta. Ég veit að það er sniðugt, sko. Það þarf ekki að flækja þetta. Nei. Það gerst þetta allt í einu. Einmitt. En það sem er líka, ég var ekkert búin að gera þetta, þú veist, að við erum með glerbrúsa hérna upp á skrifstofu fyrir happy. Já. En ég er ekki með, þú veist, glerbrúsa heima. Ertu með glerbrúsa heima? Ég bensi með þeim. Já, allavega, þú veist, ég er ekki með heima og ég er ekki að nota hann. En nú hef ég sett happy on í vassbrúsa minn með klökum. Já. Það er Slay, ekki? Jú, þú veist, það er bara það besta sem ég fengi. Já, það er svo gott þegar ískalt. Það verður svo ískalt og ég næ ekki sama veipi því ég er með glas og það verður ekki, það er ekki nóg stórt, það er ekki nóg, veist, ég næ alveg, það er bara búið miklu fyrr. En ég vil meira vatn, 2 stykur, fullt af klökum. Og bara svona sötra því. Já. Best. Ertu með sér brúsa eða? Ég er ekki búin að vera með sér brúsa. En er það smitast? Nei, það er ekki smitast. Okay, það er nefnilega ekki smitast. En mér langar kannski bara eiga ángriðis, bara, þetta er bara brúsa æði hjá mér. En mér langar að kaupa mér sérstakann sem er bara fyrir. Já, það er mjög skililegt. Já. Þú veist, ef maður gleymir þessu í, þá kannski kemur svona bragð. Maður vill ekki hafa bragð í vassbrúsanum sínum. Nei. Ég nota alltaf sér brúsa fyrir svona. Já, þú veist, ég er búin að vera bara svona aðeins að stelast yfir að nota minn og ég er búin að vera hrædd um að það smitist, það hefur ekki gert það. Já, ekki verið duglega að þrífa, þú veist, ef hann myndi gleymast kannski. Já, en þú veist, það er bara því ég kem svo miklum klökum onni minn, þess að vil ég nota minn. Ég vil ekki, þú veist, með Stanleyin of stór, þá er of mikið af klökum, of mikið af vatni. Þú veist, það er gett næst fyrir vatni manns, skilur, en ekki fyrir happy manns. Nei, þessi óvala-brúsi er mjög þægilegur í svona söltsteinefni og þannig, hann er svona góð stærð. Eða stærði sem við erum með alveg. Já. Þannig að til nokkra stærðir á honum. Já. En ég fíla hann líka svona til að taka með sér. En ég er svo háð Stanleyinum, sko. Að því hann tekur svo ógeðslega mikið af klökum og vatni. Já. Ég elska hann. Hann er fullkominn fyrir vatn, sko. Já. En ég bara hef þurft að svona pínuleggja mínum út af, ég er svo mikið að ferðast út úr húsi með 15.000 hluti. Já, það er alveg óþolandi að halda á honum alltaf, sko. Já. Og það er mjög samt svo pirrandi. Halda á þetta barni líka. Já, hann alltaf bara, ég er bara alltaf að sulla yfir allt, sko. Já. Hann er óþolandi, en hann er bara svo góður. Mikið vatn kemst í hann, en það er alltaf til þessu óvala-brúsi stærri. Hann er bara fair ass, sko. Hann kemst ekki í bíla. Nei. Hann er ofstór, en samt þarftu ekki að hafa hann hvort þeir skilur standandi, því að hann er að loka á honum. En það vantar bara að vera með skinny waist, þessi stóri, skilur. Ég veit að það væri geðvikt, já. Þurfum að búa til fullkominn brúsa. Það er ekki til neitt sem er svona just right, sko ég meina. Nei, ég veit, þú veist, maður heldur alltaf bara svona, ok, geti ég komið út fleiri brúsar, það geta. Það vantar bara... Ég elska óvala-konceptið út af, þú veist, þetta er að sjúga og drekka. Já, en akkur getur ekki Stanley, þau shapeið verið með óvala loki, fattur þau? Það verður geðvikt. Sjúga, skilur, loka. Já. Ég meina, þetta er business-hugmynd fyrir einhvern sem er í brúsabransanum. Það eru helviti margir það, sko. Það er allir í brúsabransanum. Já, ángriðis það eru ógeðslega margir í brúsabransanum. Þannig að, takk ég þetta áfram, kæru vinnur. Hvað meira? Já, ég fekk alltaf líka eins og frá þér að, fara í svona andlitsmeðferð. Já. Ég gerði það var mjög skemmtilegt. Nei, sko, þú varst nýbúin í þessu og við vorum í gusu ekkert mann og ég var bara að horfa á þig, þú ert bara disco-bolti. Yes. Og svo glowing. Það er geggjað. Já, bara, oh my god, ég þarf að bóka mér átumælum, sko. Þetta var svo næs. Eitt sem ég þarf líka að venja mig á núna fucking gera er að ég er ekki það er svo hræðilegt að minnum að þú veist að viðurkenna þetta en ég er ekki að setja á mig sólverðin alltaf. Herðu, þetta er alveg eitthvað sem ég var að ræða helgina. Ég er bara búin að vera að gleyma því. Já. Ég var bara allt í henni að fatta að ég er ekki búin að vera með það í rútínunum minni í alveg nokkra mánuði. Nei, ekki heldur. Hvað minn almáttugur. Það er bara datt út hjá mér einhvern veginn, þannig að það búið að vera svo ósmikið vetur og ég er ekki búin að ferðast neitt. Nei. Þá alvörinni bara gleymdi ég þessu. Ég bara alvörinni þarf að rífa mig í gang. Ég þarf að rífa mig í gang þar. Ég er ekki búin að eiga sóla þessu ókslega lengi. Nei, nákvæmlega. Þetta er hræðilegt. Ég bara skammaðist mín þegar við vorum ræðið daginn helgin. Ég var bara, ég var bara að fatta þá bara. Ég er ekki búin að eiga sóla þessu lengi. Nei, einmitt. Þetta er ekki lagi. Nei, þetta er alls ekki lagi, sko. Og náttúrulega ef ykkur vantar, þú veist, ef ykkur langar í, þú veist, náttúrulega eitthvað make-up, skincare, þú veist, sérstaklega náttúrulega make-upi, þá veit ég hvert þið farið. Hagkaup. Það er bara hagkaup, það sem er búið fyrir það, sko. Best að bara snýrtu verið deildina á landinu. Ángríns. Alveg allt hægt að finna þar, sko. Það er það. Það er bara skemmtilegasta búðin. Já, og það er svo leiðilegt að taxfree sé búið. Já. Ég mun sakna þess. Já.
ángríns. En við vitum að það kemur alltaf, en þess á milli, þá gott að geta kíkt hana, þú veist, eins og fyrir augnhári sín eða fyrir settingsprayið eða... Ég alltaf nýbúin að kaupa mér allt sem ég það rétt fyrir tax-free, sko. Ég veit það. Þá fer ég bara í tax-free og kaupa mér bara eitthvað sem ég langar í, skilur Já, nákvæmlega, pröfu eitthvað nýtt eða eitthvað þannig. Þú veist, sumar hluti, þú veist, ef maður bara kaupa því að maður bara þarf að eiga. Sumt bara must sem að það bara fara strax, skilur. En svo gaman að fara á afslutum og bara nýta sér að kaupa eitthvað fönn sem að þú tímir ekki. Nákvæmlega, þú veist, ertu með eitthvað svona á óskalistunum sem langar að kaupa er kannski á næsta tax-free? Já. Já? Mér langar smá að prófa fleiri blusha bara Chili and June. Já, geðveikt, já. Ég mun alltaf elska bara upp á spessin minn frá þeim með hana Charlie. Já. Mér langar að prófa eitthvað nýjan. Já, mér langar að prófa þetta Jane. Hvernig er hann? Er hann aðeins sterkri eða? Er hann bara peachy þá eða? Já, hann er eitthvað svona get cute undir augun, þú veist, án þess að vera svona... Undir augun? Æ, þú veist, ég sé að það eru svona placement, þú veist, þar. Ég held að það er bara undir... Nei, ekki alveg þar. Nei, ok, cute. Já, ég set þennan Charlie undir augun. Já. Elska hann er uppáhaldið mitt. Hann er svo sætur. Ég líka með Charlie hérna. Já, hann er giving svona Kylie, finnst mér. Já, svo ég með hann Poppy líka. Og maður sjá hann. Mér leiði svo ég... Hann er bleikur, sko. Hann er mjög bleikur, ég held að þessi verður bleikur. Hvað er þessi? Þetta er Charlie. Já, ég með hann líka, já. Jane er svona meira peachy en þessi. Já. En já, þið langar að pröfa meira svona. Já, það langar að prófa. Þú þarf ekki að býða eftir tax-free og fær bara að kaupa þér. Ég fer bara að kaupa mér, sko. Yes. En það er svona eitthvað svona make-up svona sem að ég er búin að vera að hugsa nýlega og mér langar að prófa. Já, I love it. Mér langar að kaupa mér eitthvað, þú veist, langar að fara bara Hagkaup, gefa mér tíma og kaupa mér eitthvað cute augnskuggapalettu. Já. Eitthvað sem makkaði eitthvað. Já. Það var svolítið cute. Já. Ég þarf að kaupa mér augnskuggapalettu með svörtum augnskugga. Ég er alltaf að lenda í því að ég á ekki svartan augnskugga. Notar það mikið? Já, oft sem er eyeliner og eitthvað. Ég nota alltaf brúnan, en svo inn á milli þá er ég að gera eitthvað look. Já. Og þá er svona, ég þarf svartan. Og þá er ég alltaf að fara í Batman Kylie palettunum mína. Þú veist alltaf, af hverju er Batman palettan á borðinni? Nei, ég er alltaf ánað og svo að nota hana. Ég er bara, það er eitthvað betra en þegar maður gefa fólki gjafir og maður sér þau ekki nota þær. Ég tek hann alltaf upp þegar ég er að gera eitthvað svona freaky jólin eða Halloween eða eitthvað. Love it. Það er mjög krúllegt, sko. En já, mér vantar eitthvað svona eins og þessa makk hérna nema með svörtum. Þessi er alveg næst í svartur, en mér vantar svartan. Mér langar líka eitthvað svona, svo langar mér líka eitthvað sem er bara með svona glimmeri og dötturu, bara svona eitthvað skemmtilegt. Já, ég fekk þannig Lancôme daginn, hún er geggjuð. En þessi hérna líka, mér vantar góðan svartan eða brúnan inn í augun. Mér langar svo í brúnan. Í waterline, já. Eða svona líka smá rauða, mér langar bara í nokkara liti af inn í augun. Við þurfum að fara í Hagkaup. Já, við þurfum vel að gera það. Taka svona shoppingferð. Gerum smá lista og förum. Án gríns, það væri ógeðslega gaman. Já. It's a bestie date. It is a bestie date. Hvaða fleiri glow-up svona tips er þú með? Glow-up tips, sko, fyrir mig, það er að taka abs every day. Abs every fucking day. Don't snooze on it, sko. Já. Ég finna alveg muna mér, eins og ég talaði við þig, bara, að þegar ég gleyma að gera abs, alltaf, ég bara taka mér 5 mínútur, gera smá abs eftir æfingu, ég finn svo mikið mun. Það er rosalegt. Og líka bara ég er ekki einn sterk í beigjum og detti og þú veist bara ef með sterkan core þá ertu bara betri í öðrum liftingum og þú veist, ég hlaupa meira beint, ég verð meira bein í baki, skilurðu. Þetta er bara svona, það er svo mikið undirstaðan bara af öllu er your core. Þannig að gera bara smá core alla daga, bara sestu bara niður smá stund og get líka gert það bara því ég var lítil. Það tók ég alltaf 100 mæðingar upp í rúminu mínu. Það er rosalegt. Bara hverjum degi. Hvað varstu lítil að gera það? Frá svona 9 ára aldrei eða eitthvað. Ok, er það eðlilegt? Nei, ekki, en ég var ekki í íþróttum. Já. Þannig að, þú veist, ég var bara á trampolínu. Já, ég veit það. Já, ég veit ekki hvaðan ég fekk þetta, sko. Nei. En ég var bara að ég heyrði eitthvað staðar bara Þú getur heyrst í sjónvarpinu í eitthvað svona Biggest Loser eða eitthvað dæmi. Já, bara 15 mínútur, af því að það var ekki TikTok, skilur. Nei, nákvæmlega. Bara 15 mínútur trampolínu eins og klukkutími rættinni. Já, ég veit að þú er að tala þetta, þú veist bara... Já, og ég tók alltaf bara meira en það, skilur, ég var bara 2 tími rættinni. Ég var bara á trampolínu einn, bara hoppa. Svo alltaf að maður upp í rúmi. Og ég sverða að það hefur skilað sér. Ég bara...
Með sterkt kor. Já, í grunninn, já. þú veist, ég bara, þannig að byrjaði 9 ára, nei, Nei, ég hef oft sagt eitthvað svona, það oft svona jokes, eitthvað vinkunófnum, bara, byrtaði með góða kálfa. Já, þú ert með geggjaða kálfa. Já, ég hef alltaf sagt það bara þegar ég labbaði, þú veist, voru bíllaus í 7 ár, og við löbbuðum allt, ég sverða, það er það, þú veist, þegar ég var ung, skilur. Og svo líka tekur lítil skref. Já, þú veist, svona, skilur, ég held að það líka svona hjálpi. Örugglega, og líka þegar ég var að fljúga, bara sem flugfreyja, þá var ég með geggjaða kálfa, ég aldrei með góða kálfa á æfinni. Og svo hælum alltaf hælum. Já, ég þarf bara eiginlega að byrja að vera hælum aftur af því að ég fæ ekki define í kálfunum minna nema þá. Ég mani við allt í henni var bara svona, wow, ég alltaf verið með smá chankles. Sem finnst það að segja. En þegar ég var að fljúga, þá var ég bara, wow, they're skinny. Ok, I love, já, ok. Þannig að hæla alltaf daga. Það er svona alveg Victoria Beckham talar það. Já. Þetta tónar lappirinn að þér. Hún bara, þetta er bara æfi. Ég fæ haspurur eftir a good night out út af hælum. En svo bara, þú veist, sneaker trendið, þannig að 2020 eiginlega þetta fyrir manni. Já, gerða það smá. Núna er ég bara komið flat feet. Já, same. Oj. Já, ógrís. Ég þarf ekki að segja oj. Nei, en þú veist, ég vil gella þess upp, sko. Mér langar að nenna að vera oftar hælum, því fyrst get ég hælum ef það eru með að tala við ykkur hérna. Þú veist, ég aldrei hælum bara eitthvað vennilegum þriðjudegi, hvað það er sem er. Það er vennilegum þriðjudagur. Er það ekki? Jú. En ég var bara ég fór í þessar buxur sem ég er í, að ég vorum að fara að tala um glow up og þegar mér líður betur ef ég er svona smá cute outfiti. Þannig ég fór í þessar buxur og einhver sætan ból. Ég var bara, ég get ekki fara í sneakers við þetta. Nei. Þá mun ég lúka þessar trúður. Þetta er svona smá ballún. Þannig já, maður á bara, þú veist, ok, fyrir mig. Mér langar að vera duglegri að fara hans í hæla. Já, við tókum okkur smá smá síðast ári. Fancy Fridays. Við erum bara að grípa það aftur. Já. Það má líka vera Fancy Wednesdays, skilur. Já, má vera fancy hvað dagar. Já, neða því að þú veist, það er svona miðvikudagar, svona tepastdagar. Já, true. Það er bara svona græja okkur og vera aðeins, kannski meira gellur en við erum. Stundum erum við bara mjög þægilegar. Við erum dálítið oft þannig. Já, en þú veist, það er ekkert að ekkert að því. Tracksuit, sko. En það er bara eitthvað sem okkur langar að bæta okkur. Já. Því við erum hérna að deila skrifstofurými með fullt af bara squeeze pies sem eru bara alltaf í hælum og við erum bara literally á náttúrunum minna á sama gangi. Ángríns. Þannig að stundum er svona, já, við erum fullorðna, við getum alveg klætt okkur í föt. Já, við getum það alveg, sko. Við getum það alveg. Já. En svo líka bara partur að, þú veist, eins og glow up finnst mér líka þú veist, eins og vorum að tala um bara, þú veist, ok, það er líka bara að, ok, við erum svo að borða hollan og góða mat og vera með gott skincare, góða make-up-vörur og líka þá hreinar og góða tíðavörur. 100%. Þú veist, í alvörinu, leið þú ferð að nota, þú veist, we're not being Kourtney Kardashian, en í alvörinu samt, þú veist, leið þú ferð að nota hreina vörur og þú veist, bara það, þú veist, eins og að þrífa heima með umhverfisvænni þrifvörum, þú veist, eins og Sonnet og þessu skilju, það gefur mér svona, ég er með meira með hlutan á hreinu, heldur en eitthvað svona geðið mikil eiturlykt, skilju, ég er svona, já, þetta er betra fyrir mig, fyrir heimilið, fyrir börnin mín, og mér finnst ég vera meira bara together. Sama tilfinning fæ ég bara eins og með Natraker, skilju, þegar bara, ok, ég er að nota umhverfisvæna hluti, góða, sem er eiturlaus, bara náttúrulega hreina, sem er, þú veist, lausir við öll eituröfni, þá líður mér meira þess að got my shit together. Nei, alveg, en líka bara þú veist, munurinn á að nota, ef þú nota túrtappa, bara nota þessa túrtappa á meðan við aðra, þú veist, þú finnur bara hvað hitt er mikið eitur að setja þetta upp, skiluru, og líka ég elska bara að það sé svona byssa. Ég elska byssur. Og svona skotgæi til að setja upp í leggöngin, skilji. Það er bara, þú veist, er á okkur stað og viltu ekki alltaf vera að snerta þetta svæði, skilur? Nei, sérstaklega ekki að þú ert bara nýbyrja á túr og það er allt að gerast. Já, og líka bara með, þú veist, kannski bara á okkur svona klósiti og bara snerta hurðahúnin og eitthvað, skilur, þetta er bara svona meira sanitary, ég er bara svona, ég er svo ógeðslega hrifin af með byssunni, skilur. Já, og líka, þú veist, ég hef keypt svona frá öðru merki sem, þú veist, er ekki Natraker. Nei, þá finnum maður svo mikið fyrir honum. Já, og þá er hann líka bara búin til úr plasti. Já. Þú veist, þá ertu allir að fara að tróða plasti upp í, á meðan þú ert að setja niður plast. Já, á meðan þú ert að setja því samt plasttúrtappa. Pældi í, þú veist, þetta er bara bæði plast, skilur. Þannig að með Natraker, þetta er svo ógeðslega svona, maður er ekki bara svona, já, ég er ekki að henda þetta bara plastikk í rusli sem ég notaði einu sinni. Ég er ekki, þú veist, hrædd við þetta eins og maður er hræddur við hitt, skilur. Nei, nákvæmlega. Maður er oft bara að fríka út með, ég er búin að vera með allt lengi, skilur, bara svona, það er svona minna á að skipta oft, skilur,
eða ört, en bara svona, maður svona minna stressaður kannski bara svona, já, ok, þetta samt bara hreint og náttúrulegt, Ég sammála þér, Þannig já, og líka bara, þú veist, litlu bindin frá þeim og allt þetta, þetta bara, ég elska þessu vörur, Þetta bara dýrka þér. Þetta bara best. Það náttúrulega bara algjör glow-up að hugsa vel líkamann sinn og setja... Og koma að setja í hann, já, nákvæmlega. Og það líka, þú veist, eins og eitt svona sem við báðar eigum mjög sameiginlegt, þú veist, ok, og ég veit að, þú veist, náttúrulega mjög stór partur af glow-upi oft mataræði. Sem ég skil bara mjög vel, þú veist, þú veist, þetta bara partur af þessu, þú veist, og það ekki þetta eitthvað svona þykist eins og það sé ekki partur af þessu og maður er alveg að pæla í hvernig maður borðar þú veist, af því að maður reyna að vera bara smá heilsusamlegur og hugsa vel vel og eins og við Sunnefa með þetta svolítið sameiginlegt að við elskum góðan kvöldmat við erum kvöldmatagellur við erum bara, góð hvað kvöldmat ég get sleppt öllu öðru daginn já og fengið mér bara a big back, bara stóra að góðum kvöldmat, já og það svolítið svona venjan okkar beggja þú veist, við fáum okkur yfirleitt bara svona léttan morgumat ef við fáum okkur morgumat og svo léttan hádegismat sem bara próteinríkur, trefjaríkur og bara góður fyrir okkur þú veist, og hann kannski bara kannski bara, þú veist, þeir reyndar yfirleitt aldrei boring en þetta er alltaf ógeðslega gott þetta er alltaf ógeðslega gott við erum mjög góður í að fá okkur góðan hollan mat já, góðan hollan mat, en þú veist, já, við fáum góðan hollan mat til þess að geta átt inni, bara koma heim og búa okkur bara til þú veist, I don't fucking know bara hvað voru að búa okkur til í hvað það búaði til í gær? Herru, ég var að búa mig til svona ramen nauta nei, þetta var með kjúklingar okay. það var svona ramen eitthvað súpa, veitir, þess að bara svona típisku asísku súpur með egginu ofan í vorlaug, gulrótum soðið, já, núðlur og kjúklingur og eitthvað ég held ég var aldrei smakka svona á stað, það er mjög langt síðan en ég sá þetta hjá Eldum Rétt, ég var bara fokk já, ég ætla að prófa þetta Nei, það er máli, Eldum Rétt gerir, þú veist, ég er með eins og heima sem við höfum eftir að gera í þessari viku núna þú veist, ég naut að ribba í borgari Erst þú með hann? Nei ég verið með bara ribba í borgara það hljómar ekkert eðlilega Þessu gott Já Og erstu búin að panta fyrir næstu viku? Já Ok, hvað vantar þér? Man ekki alveg Ok, ég sá sem þið getur, þú veist, þið náðu að panta þetta núna Já, það er frestur fram að hátið á 50 dögum Já, þannig að þið getur sett þetta núna í hverju okkur Ég sá það var frönsk lauksúpa Herri, ég sá það, ég sá að þú pantaði það Já, ég var bara, I want that Já, Bensi var líka bara, getur við please panta það? Ég bara, nei, sorry, það er ekki fyrir mig En það er rosalega skemmtilegt að, þú veist, fólk eins og þú sem að borða þetta geta gert það heima Hefur einhvern tímann gert það heima þér? Aldrei gert lauksúpa heima, ég bara fengið lauksúpa í París og I love Já, ég nefnilega fíla ekki lauksúpu Nei, ég bara elska Já, ég nefnilega elska alltaf súpur En já, mér finnst það mjög skemmtilegt Bensi var einmitt, hann vildi það og ég held hann valdi, ég var eitthvað, vilt þú velja einn rétt? Þetta er alltaf vanlega bara ég veit það og maður sé, er ekki skjali á okkur það sem pöntuði með það Þetta er kannski manni að bara fyrir en eldrétt.is Við pöntuðum eitthvað sama, það var eitthvað skál maður sjá, hún var ógeðslega girnileg Ég get líka opnað þetta og vilt Þetta er með skjali? Já. Ok, þú pantaði þér ítalskar kjötbollur. Já, pasta, þannig að það var tilbúið til eldunar. Já, ok. Svo við tókum okkur báðar hunags chipotle kjúklingaskál. Já, það lúkar svo ógeðslega vel. Svo ógeðslega vel. Og svo erum við báðar með salsa verdi kjúklinga quesadilla. Nei, sko, þetta var erfiðasta val sem ég hef fucking gert. Og þú varst með þetta pasta og kjötbóllunar og menn ég var með ekta frönsk lauksúpa. Þessi hvað spennt fyrir henni? En mér langaði í alvörunni í allt. Ég var bara, holy fuck. Þetta er svo réttir sem þið getur pantað núna fyrir næstu viku. Já, þið hafið frest til hádegis á morgun, 5. dag. En þetta er í alvörunni svona, þú veist, bara glow up tips að vera spenntu fyrir ángriðs kvöldmatnum. Já, en svo er þetta alltaf bara gett holdt, skilur við? Já, þú veist, þetta er bara góður holl matur, skilur við? Já, þið sjáu makrósi, eða þú veist, kaloríurnar og allt þetta í, þið getur bara trakkað og vera með Eldum Rétt. Það er fokkið þægilegt, sko. Já, geðveikt. Fyrir þá sem eru í því. Þetta er bara allt svo fjölbreytt skemmtilegt, ég elska það, sko. Og ég elska að panta mér eitthvað svona sem ég myndi ekki, þú veist, venjulega kannski elda mér. Nei, nákvæmlega. Eins og þessu ramen, skilur. Nákvæmlega, þú myndir ekkert eitthvað svona kannski gera það á venjulegum þriðjudegi. Ég myndi bara ekki detta í hug. Nei, nákvæmlega. Maður fer alltaf bara í sína venjur, eitthvað. Já, maður er með eitthvað svona nokkra rétti sem maður svona, já. Eins og, já, ég myndi aldrei gera franska lauksúpu en ég er svo spennt fyrir henni. Já. Ég ætla að sjá. Spennt að heyra. Já. Því að svo getur þú sagt mér hvort þú verður geggjuð og þá getur ég gert það næst þegar hún kemur. Einmitt.
Svo sumir sem segðu hérna í Glow Up Tips til dæmis að apple cider vinegar alltaf það. Herri, já, ég var til því einu sinni. Já, ég hef verið í þeim líka Já. búka. Ég fíla það. Mér finnst það ógeðslega gott að bragði. Já, ég fílaði það líka. Já. Ég hataði það ekki, sko. Ég Nei. þarf bara að setja aftur í venninu mína. Já. Þú veist, þetta geggja ef þú finnst þú vera að kreyfa og blóðsykurinn er eitthvað svona spæka og er bara svona, ok, ég er að kreyfa eitthvað. Þá er geggja að fá sér ACV. En ef þú ert með kannski stable blóðsykur, þá er þetta kannski bara óþarfi. Já, ok, kannski satt. Já, true. En þetta, þú veist, ég elska að gera þetta líka bara meðan ég eldra því ég á svo ógeðslega mikið til í að bara smakka allt og, þú veist, ég er bara sett fyrir kvöldmat því ég er bara búin að vera að borða. Smakkinu. Já. Sem að telur líka alveg, skilur við. Auðvitað. En, já, að fá sér ACV-inu meðan maður eldur, þá langar ekki í fyrir en eftir klukktíma, skilur við. Nákvæmlega. Þú veist, það var til svona orðin góður, þetta svona balansar blóðsykurinn. Ógeðslega sniðugt, sko. Já. Þannig að það er allavega eitthvað. Svo náttúrulega líka bara margir sem að drekka kókosvatn. Ég drekka kókosvatn eða gefið þér eitthvað ákveðin ljóma, sko. Ok, ég get alveg trúið. Já, Svona gæti ógeðslega alveg. mikið rakið innan. Já, svona hydrating. Já. Nákvæmlega, en maður er bara, já. Það er með það, sko. Eitt sem ég sá líka, einhverju gælur alltaf að gera, er að nota dry brush. Bara dry brusha allan líkamann sinn. Þær sögðu það líka við mig í LPG-nu. Bara mæli með hvar kaupir fólk það? Það var bara til út allt, sko. Potti til bara í hagkaup, sko. Já, við þurfum að tjekka á því. Já. Því mér langar að gera þetta, því Þetta er svo ég gott. þarf að, já, af því að þetta, þú veist, getur kannski ekki hjálpað með, þú veist, ég er svo mikið bjúg alltaf finnst mér á ökklunum. Já. Þú veist, bara ég fæ sokkafar við sama hvaða sokka ég fer í. Já. Þannig að mér langar svona, og þú veist, þetta á að hjálpa, skilur, alltaf drainage, þetta er svo fast, þú ert bara Þetta er basically að nutta óþægilegt, allan sko. líka með henn, skilur, já. Já. Það er svona geggjað að gera það kannski einu til þessari viku þegar maður Nákvæmlega. ekki með brúnkukrem. Nákvæmlega. Þannig já, ég þarf að kaupa með dry brush. Ef þið vitið góðan dry brush, let me know, sko. Já. Því ég er sold on that. Já, ég þarf bara eitthvað svona, mikið þetta, sko. já, ég þarf eitthvað svona sem að, þú veist, ykkur blóðfælið á öklunum á mér. Svo bara dry brusha þá. Gríns. En svo er náttúrulega líka bara svo geggja að bara vera óslega duglega til þessu rakakrem. Já, það er það. Og bara, þú veist, eins og, þú veist, saltskrúpunum fyrir spa. Já. Það er besta rakadæmi mitt, sko. Ángríns. Ég er að skrúpa mig og verð bara geðveikt moist og góð eftir það, skilur. Þetta er bara svo gott. Svo næs. Já. Ángríns, svo næs. Og líka bara svona alltaf muna, þú veist, inn á milli að trýta sig, þú veist, að það er það sem að gerir daganum hans góða, þú veist, maður getur ekki farið bara eitthvað á æfatti, þú veist, að leifa sér aldrei neitt og eitthvað þannig. Ég leifi mér eitthvað alla dag. Já, bara eins og ballerína með kaffibóllanum, það er alveg eitthvað til þess að leifa sér eða... Já, við erum líka með, þú veist, á innan skrifstofan okkar, við erum með svona lítið sætt, svona afternoon tea dæmi með ballerína keksi á og þú veist, það er svo gaman að koma inn upp á skrifstofu og fá sér smá ballerína, sko. Það er bara mjög kósí. Elska það, þú veist, það er svo gott. Já, það er það. Og svo náttúrulega má ekki gleyma að, tala um andlega heilsu, líkamlega heilsu, svo er það fullnægingin. Kynheilsan. Kynheilsan. Já. Hún það líka verið góðu standi. Já. Hanna, þú veist, þið vitið hvert þið leitið fyrir góða kynheilsu. Það er alltaf Pharmablöss. Bara tjekkja á þeim og ef þið eru með, þú veist, ég veit líka að þið eru bara með ótrúlega fagmannlega ráðgjöf, þú veist, ef mann er eða sem er spurningar eða þú veist, með eitthvað sleipefni sem þú veist ekki vera að henda, ekki vera næs eða þú veist, það er bara allt til alls þar og muna að hreinsa tækin sín. Einmitt, mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt, annars getið þið dáið. Einmitt. Nei, alveg, það gæti alveg gæst, það er svona, nei, ógeðslega brútal. En þú veist, það er alveg eitthvað til þess að pæli. Að fara að kaupa sér góðan hreinsi hjá Blöss til þess að þrífa þessi fínu tæki, sko. Einmitt, maður þarf að bara klálega að hugsa vel um það, sko. Já, nákvæmlega. Maður ætla bara að setja þetta inn í eitthvað svona notes hjá sér, bara að þrífa þetta. Já, bara eins og þrífa bustana sína, þrífa kynlífstæki sín. Ángríns, maður bara gera þetta once in a while, það er bara þannig. Það er bara mjög einfalt að bara gera þetta bara, klára þetta af. Einmitt. Núna er Womanizer Enhance á 20% afslætti. Einmitt. Geðs. Og þið getið keypt þar að það er allt svona ekki gleyma með, hreinsifróða. Þú getur bætt því við. Þannig að mæli með. Alltaf gott að vera vel fullnæður. Það er það. Þá þú veist, er maður ekki líka, þú veist, meira glowing, skilur, ef maður er sexually pleased. Ég myndi halda það. Maður har alveg heyrt það, sko. Líka bara svona skapið eitt betra á eitthvað. 100%, vá, hvað skapið maður er betra. Það er mjög gott fyrir mann. Mjög gott fyrir mann.
Já. Og maður þarf ekki neitt um að womanizer eða eitthvað skemmtilegt frá blöst þess að koma því í gegn, smá reset bullet eða womanizer eða eitthvað sem ykkur hendar ykkur, sko. Eitthvað sem heillar. Eitthvað sem heillar. Nei, en svo líka bara svona að, þú veist, gera sér góðan dag með vinkonu sínum í high tea með okkur. Það nefnilega eitt. Það má ekki gleymast. Það má ekki gleymast. En þú veist, það til dæmis næsta markmið mitt. Það mitt næsta stóra hvað? Ég sér ekki hvað gerðist. Nei, ég sé það ekki. Hanna, maskari. Ég sé það. Ég má ekki tala svona mikið þegar ég að gera maskara minn, sko. True, ok, það verður bara silence núna. Nei, ég skal bíða með minn. En nei, alveg talað. Það til dæmis næsta svona mitt stóra sem að gerast. Það 8. apríl. Þá erum við að halda high tea í Iðnó með ykkur. Það sem að innifalli í miðaverði sem sagt 3 rétta matseðill, það rauninni matur, high tea matur og fordrykkur, svo bara og te. Já, bara nóga te, bara eins mikið te þú vilt, sko. Og hvernig te sem þú vilt. Já, og hvernig te sem þú vilt. Við erum spilling the tea og það verður te, alvöru te, drykkurinn te. Drykkurinn te, já. Nóga te, já, þetta verður bara svo ótrúlega skemmtilegt. Þetta verður ótrúlega skemmtilegt og þetta 8. apríl, þú veist, í miðbæ Reykjavíkur, þar sem að við ætlum að koma saman og eiga bara ótrúlega fallegan dag saman, fallega stund saman og við höfum ákveðið bara, þú veist, að við ætlum að taka alls konar fyrir og við ætlum að, þú veist, taka fyrir með ykkur, þannig ef þið eitthvað að vera að hlusta að vera bara, oh my god, maður langar að taka þátt í þessu umræðu, þetta venjúið. Þetta þú veist, þetta allt annað heldur en live show. Já, við ætlum að hafa svona krukku, það sem að þið getið sett bara svona ykkar drauma topic ofan í og svo ætlum að draga upp úr og ræða það eins, skilur, labba ræða, ef þið eru með eitthvað input og getið sagt eitthvað. Þú veist, ef þið vilja ræða eitthvað íslenskt, þá bara ræðum við það. Það verður, þú veist, náttúrulega enga myndaðalega neitt þannig að við getum sagt hvað sem þetta er bara the closest friends. Og þú veist, Iðnó svo ótrúlega skemmtilega salur, þú veist, og þetta verður bara skipt upp í ringborð og það verður svo ógeðslega gaman að bara labba á milli, setja sig okkur öllum, bara fá okkur smá te með ykkur og spjalla og þannig. Og þú veist, ef ykkur langar að vera með umræðinni, þá erum við ykkur langar bara hlusta, þá erum við bara hlusta, þú veist, þið gerir bara sem þið viljið gera og þetta bara svona vera fyrir alla og þetta hefur aldrei gert áður. Nei, við hefum aldrei séð þetta áður, þannig að við erum mjög spenntar að gera eitthvað nýtt. Já, pröfa eitthvað nýtt og vera smá svona, bara pröfa að eiga svona meira closed stund, eða svona nána stund með ykkur, Svona exclusive, bara, þú veist, við hefum aldrei gert þetta áður og þú veist, það hefur enginn gert þetta áður, þannig að það verður svona smá nýtt. Og ég er bara svo spennt að þú veist fá hitt ykkur og miðasalan inn á events.tbaði.is þannig að endilega næli ykkur í miða þar og þið getur náttúrulega líka bara þú veist gert svona þú veist sparibauk skilur fyrir þetta. Satt hjá Iðnó. Já, Iðnó. Nákvæmlega. Og bara byrja að safna fyrir þessu skilur. Þú veist, þetta bara mjög lítið þannig að það ekkert eitthvað ótal miðar eftir. Nei, þetta alveg, þetta tiny. Þetta tiny, en þetta alveg svona öðruvísi og mjög skemmtilegt, þú veist, koncept þótt við segjum sjálfa frá. Já. Og það verður bara gaman mitt, þú veist, að eiga svona öðruvísi moment með ykkur. Og líka bara verið, þú veist, það verður gaman að þú bara ert með okkur í að búa til eitthvað nýtt. Já. Því okkur langar svo mikið að þetta nýja koncept verði meira, skilurðu. Og við getum gert það oftar, en þetta eitthvað sem við erum bara að prófa. Að því að þú veist, við höfum bara talað það bara, við eigum okkar litla samfélag og þú veist, samfélag, sorority, whatever we want to put, þú veist, hvaða nafn sem við viljum put on it, skilju. En þetta bara svona, við eigum eitthvað svona, það eitthvað sérstætt sem við eigum enda saman, þú veist. Þeir hlustið á okkur hver einustu viku og okkur langar bara að gera eitthvað, þú veist, fyrir ykkur, þannig að, þú veist, bara koma saman og vera með ykkur, for real. 100%, þannig að hlökka til að sjá okkur 8. apríl, það verður ógeðslega gaman. Ég er ekkert eðlilega spennt. Ég veit. Það verður geggjað og það er svo, þú veist, gaman að bara koma saman bara í svona umhverfi og þú veist, ég veit ekki hvort þið vitið, kannski vitið ekki hvað það er, en þetta er svo fallegt, þetta er bara, ég myndi eitthvað Bridgerton bara vibes, eða bara heima hjá Elísabetu drottningu, skilur bara Buckingham Palace. Literally. Þetta er svona vintage, fallegt rými, hvíti dúkar út allt, high tea, þú veist, smá svona spring vibes þemað á, þú veist, outfits vibes, bara en þau náttúrulega bara mæti í það sem ykkur líða vel í bara eitthvað svona, þú veist, koma svona smá sumrinu að stað. Já, nákvæmlega. Bara það eru páskarnir búnir, þú veist, við maður þess að kickstarta bara svona, ok, vorið komið, þú veist, ég veit ekki, þetta verður svo geðveikt, þetta verður svo ógeðslega gaman, ég er svo spennt fyrir þessu. Ég líka. En
Já, þetta var geggjað. Aftur af glow up tips, náttúrulega margir sem svo með svona einhver silki kottaver Já, bonnet og eitthvað. Já. Ég finn allan að þú veist alveg mun ef ég set bonnetin á mig að fyrir að sofa. Já, ég líka. Að hárið mitt vaknar ekki af þurft, já. Já, it's a personality. Já, it is. En nei, líka bara overnight curls, ég get ekki bara guðdóma það mikið meira, sko. Það er, eftir að kynntist ég, Þú ert líka góð í. Já, þetta er samt svo auðvelt. Það geta allir verið góður í. Bara, ég trúði 100%. Ég man bara þegar Jóa var svo ógeðslega góð í og ég bara af hverju nægi þessu ekki eins og hún. Og svo bara ákvað ég að reyna það, skilurðu. Svo líka skiptir máli hvernig gæja maður er með og eitthvað þannig, skilurðu. Já, þetta Hildur kefti sér eitthvað mjög næs í Hagkaup. Já, hún gerði það. Þannig að það er að kíkja Hagkaup fyrir það. Hún gerði það. Þannig að já, ég mæli með overnight curls, en ég mæli, bara persónulega mæli ekki með að hafa silki. Overnight curlið. Nei, já, það virka ekki fyrir þig. Nei, ég hef séð það líka bara hjá mörgum, skilur. Það? Já, ok, ég sá eitthvað svona, ég sé mörg TikTok sem svo virkir mjög vel. En, það er kannski bara, öruvísi. Já. Hárgerðin eða eitthvað, ég veit ekki. Já, svo líka ekki trú allir sem þú sér á TikTok. Svo gælur oft búin að krulla sér hára undan og eitthvað. Já, það væri náttúrulega hrikalegt. En það er samt geggja að, þú veist, ef þú ert með krullur deginum áður og setja svo þetta, þá endist það enda lengur, skilur. Já, það er æði. En svo ekki líka þetta nýja Matilda Djörf dæmi. Nei, svo það ekki. Ok, það er núna... Hún er ennþá apparently. Going strong. Já, þú veist, hún posta eitthvað svona hvað hún gerir til þess að make her blowout last. Ok. Og þetta var svona meira fyrir mig. Þetta var það auðvelt að ég geti gert þetta. En... Þú erum að prófa það? Já, nei, þú veist, ég var ekki með blowout þegar ég prófaði það. Já. En hérna... hvað ætlaði hann að segja? Já, en ógst að finna kommentin er bara we still remember bara fólk er ekki að fara að gleyma þessu, sko. Nei, fólk er svo leiðilegt, sko. Já. Þú veist, ég veit ekki, kannski náðum bara skilið en fólk bara svona, what are you gonna give your staff for Christmas? Þetta er bara kommentin á TikTok. Já. Hún er not coming back from this, sko. I don't think so. Hún er bara að setja líflænir hana. Já, en hérna hún setur þetta bara snýr upp á hárið og setur klemmu bara svona efst upp í hárið. Já, ég geti ekki svo með klemmu. Ég get alveg eðst upp á haustum mínum. Já, ok. Já. Það er mega simpul, það getur bara að sína þér það. Já, ég held ég að sé þetta, nú þegar þú segir þetta. Já, það ekki. Já. Alltaf, þú veist, þetta er eitthvað svona, það sem fólk er að gera núna. Ég prófa líka svona sock curls og allt það virkar ekki í mitt hár. Nei. En það er mjög sniðugt, kannski fyrir aðeins styttra hár. En það bara leikur alltaf úr mér, bara... Já. Og þá er ég með flatt hárið allavega hinga. Hún bara svona snýr upp á það og gerir svona. En hvernig, nei, þetta mikið engan sens, sorry. Bara, þetta er samt bara lígar, sko. Hún svafa ekki svona. Þess hvernig, hárið mitt væri alltaf aftan, sko. Hárin þú. Já, en hérna, ég myndi, maður sefur þetta væri aldrei bara ofan á haustum ennþá. Þetta séu, þetta lúkaði ofullkomendilega að vera nýbúin að sofa. Þetta er náttúrulega alveg fullkomið, sko. Já, ég er að tala undir, það væri búin að leka hárin, sko. Já, kannski. Þetta er meira believable. Þetta er flott samt. Já. Ég held að þetta sé alveg, já, mitt. En þú þarf það með blóðut fyrir. Já, já. Þetta er bara to make it last. Það halda, já. Ég kannski bara er að hreyfa mig svona mikið á nóttinni. Þú er kannski bara í ykkur marathoni, sko. Já, getur það verið. Maybe it's you. 100%. En hérna, já, þannig að það er eitthvað til þess að pröfa. Svona alveg snúa upp á hárið, setja svona sem ég eitthvað svona snúð upp á topp á hausnum einum og fara lúla. Ég veit. Já, ég það með þess að rúllur í hárinu. Já, það er eitthvað sætinn allir þáttir. Já, þú veist, bara, ég held að glow up sé bara að vera góðu við sig, hugsa sig, setja sig í fyrsta sæti, hreyfa sig, finna hreyfingu sig, það er skemmtileg. Það er ótrúlega mikilvægt að gera það, sko, það sé gaman. Já, það verður að vera gaman. Stundum þarf það að gera eitthvað sem finnst leiðilegt, eins og burpees. Algjörlega. Þú mátt ekki alltaf hafa gaman að því. En þú veist, það er partur af skemmtilegri æfingu, þetta er bara leiðilegur partur af henni. Já, og svo er þetta gott þegar það er búið. Já, en það er hvað að meina, það var svona gaman að fara, þó þetta var leiðilegasti parturinn. Það er líka ógeðslega erfitt að vera inn í gusu, sko. Ég er alveg að drepast, en það er geðið þegar maður er búinn. Stundum þarf maður að gera erfiða hluti til þess að finna ávinningin eftir á. Já, en líka bara áminninga, þú veist, maður þarf heldur líka ekki, þú veist, mér var stókslega overwhelming, svona, þú veist, að hugsa bara, ég ætla að fara að glóa og ok, ég þarf að hreyfa 5 viku, ég þarf að gera þetta. Þú þarft ekki að gera allt í einu.
Þú veist, bara byrjaðu bara eitthvað sem þér finnst skilur spennandi og þér finnst tala við þig, hvað sem að sé hitta þetta, þú veist, gusu, hlaup, skref, þú veist, gósja, 5 sinnum, bara whatever, skilur. Bara byrja, bara finna hvað fyrir þig og svo alltaf þetta að bæta í rútínuna þegar það komið, því að þú veist, það næri enginn að bæta inn 100 hlutum í rútínunu á overnight, sko. Nei, hvað var það? Tekur 21 days to make a habit. Yes, sir. Ég myndi taka alltaf bara einn í einu ef þetta er nýtt. Það ekki? Jú. Ef þetta er alveg nýtt. Þetta er alveg nýtt. Og ef það er erfitt, skilur. Eins og kannski bara þeir sem ætla að fara í gósjæð, skilur. Kannski bara fara núna og kaupa sér í fyrst skipti og eru bara, ok, nú ætla ég að pröfa þetta. Bara byrja á því. Já. Þú veist, ekki líka bæta við, þú veist. Jú, mátt alveg. Mátti alveg gera það. Þú mátt gera það sem vilt, skilur, en þú fær hvað ég meina. Ég held að sé öðuldra að segja við sjálf og segja, ok, ég er að byrja þessu. Þú veist, að gera skinnkerið á svona vibration plate líka. Geðið. Já, nákvæmlega. Þannig að þú getur verið bara það tvent saman. Mitt. Nákvæmlega. Þannig já, þetta er bara ótrúlega gaman. Mér er spenntur að fylgjast með, þú veist, hvernig taka eitthvað svona glow up update. Já. Og sjá hérna hvernig ykkur gengur og svona. Mitt. En hérna... Hann byrjaði að fara okkur á banka. Já, ég held að... Það var okkur á banka. Bíða eins. Herðu, Tres Logos var á banka. Herðu. Góðan daginn, sko. Halló. Það er komin ekkert eðlilega flott mexikansk Tres Logos veistlæna fyrir framan okkur. Vá. Þetta er rosalegt. Hér eru fullt af réttum sem ég hef aldrei smakkað á Tres. Ég hef smakkað flest, en ekki allt. Nei, ekki allt. Það er crazy. Sumt það sem ég veit að líka er á tapas. Ekki tapas. Tres Logos tebóseðlinum. Geðveikt, sko. Þannig að, herðu, verðum við ekki að smakka þetta? Jú, við verðum. Hvað er að byrja? Herðu, við ætlum að byrja á elote maíz rif. Þetta er steiktur maíz, jalapeno, mayo og parmesan. Það er þetta hér. Vá, þetta er bara svona maíz franskar, basically. Þetta er svo gott, sko. Ég held ég hafa ekki fengið þetta. Oh my god, nei. Þetta er náttúrulega líka covered í parmesan, þannig að þú munt elska þetta. Þetta er my jam. Ef þið eru með eitthvað matafóbíu, þá bara, þú veist, við lofum að fara ekki í mækin. Er það ekki? Hvernig smakast þetta? Þetta er ruglað. Þetta er ruglað, sósun er ruggluð. Oh my god, ég trú ekki að þetta er bara, þau eru staða núna. Ég er ekkert eðlilega sveng líka. Ég er svo sveng. Ok, ef við vantar eitthvað svona starter, Tres, maísrifin. Vá! Vá, þetta er... Við getum bara... Oh my god, hvað þetta er gott. Þetta er ruglað. Já. Svo erum við með næst humar tempura. Þetta er stökk humar tempura, jalapeno mayo og mexikosk ponzu sósa. Og er þetta ekki plantain líka með? Mér sýnist það. Mér sýnist það. Ok, tempura. Ponzu sósa. Og sko humar. Jalapeno mayo. Okay, ég hef ekki smakkað þetta hjá þeim. Jalapeno and mayonnaise. Þetta er eins gott á þetta hljómar. Vá. Þetta er ruggla. Vá, hvað þetta er gott. 10/10. Við erum alveg smakkað hana banan líka. Já, ég elskar svona plantain. Svo gott. Banana. Nei. Þetta er svo mikið, þú veist, réttinir er svo mikið veisla af bragði. Svo mörg bragð. Það er ekkert fucking betra heldur en bara svona, þetta bara bara Mexíku, sko. Ángríns. Svo erum við með túnfisk, tórstaða. Sem ég er með hérna betur frá mig. Þið kannast nú þennan. Já, við kannast þennan. Á tebóseðlinum. Þessi er á tebóseðlinum á Tres Logos. Alla 50 daga. 400 kall. 3 réttir. 3 réttir. Vá, ég bara svona... Þetta lúkar ekkert eðlilega vel hjá þér. Damn. Vá. Þú fá? Give me a little tasty. Þetta er sko túnfiskur, piklu, vassmelona, avokado, ponzu sósa, trufli og júsumæja og crunchy plantain. Vá. Alltaf jafn gott. Já. Alltaf jafn gott. Þannig að, þú veist, við ætlum líka bæði að svala svolítið niður með A full fat Coke. A full fat Coca-Cola. Ég get líka fengið Coca-Cola á Tres Logos, by the way. A full fat one. Já, nákvæmlega. Þessi matur á bara, þú veist, þessi matur á full fat Coke, skiljið. Ángríns. Það er bara, þú veist, þegar ég var á roadtripinu helginum stelpunum. Veist hvað ég fekk mér alveg heim? A full fat Coke. Of course you did. Já. You deserved it. Það er svo gott. Það er svo gott. Það er bara ekki til
mikið margt meira sem er betra, sko. Ángríns. Herru, svo erum við líka með rækjutostaða. Og á því eru pönnustöðar tígrisrækjur, blómkál, maís, granatepli og pistasíur. Yummy. Ég held ég ekki smakað þetta. Ég held að þetta sé fyrir eitthvað nýlegt, sko, því að það var ekkert eitthvað allt til með rækjum, sko. Ég elska rækjur. Nei, elskum rækjur, já. Já, þetta lúkar ekkert eðlilega vel. Þetta lúkar nefnilega fáránlega vel. Ok. Smakka þetta, tostaða, þetta er svona crunchy taco. Blanda við rækju, blanda við, þú veist, Jesús minn, granatepli, pistasíur, blómkál. Hvað er þetta? Þetta er gæðveikt. Ég trúi. Ég er bara ekki að tala bulla munnina. Vá, hvað þetta lúkar vel. Til eitthvað veist það. Ángríns. Það er rétt þér, já. Ég ætla að fá mig bara eftir Já, þegar við slökkum, en bara, ég sé það á þér, sko, að því þetta er svona sem ég mynd þurfa að klára ASAP. Já, nei, alveg, it's that good. Já. Sko. Það er alveg erfitt að taka bara bita þessi hérna. Það er það mjög erfitt, ég er svona spennt að við erum að reyna að smetta ekki í mækjana, sko. Já, já. En þið get ímyndið hvað við erum að gera þegar við slökkum mækjanum. Ó, já. Chicken the fucking. Ángríns. Næst erum við með Taco di Pollo. Við kannast nú við það. Það er líka á tebóselunum. Það er chili mól, stökkrósarkjúklingur, já. Við vorum svo erfitt, já, það er þetta, hérna, bera þetta fram. Guacamole með vínberjum og pistasíum, salsa roja, krema, plantain, crumble. Og það er það sem er beintur fram að þetta er náttúrulega bara alltaf. Ég skal þá, og ég ætla að smaka það. Já, maður. Þetta er alltaf. Við vitum að þetta er gott. Já, við fengum okkur þetta bara á 5 daginn, sko. Það er ekki langt síðan við vorum í tebóselunum á Tres Logos. Vá. Ég veit það. Það er bara góð kjúklingur. Stökkrósarkjúklingurinn. Hann hits. Svo erum við alltaf með ekkert annað en fucking Wagyu ribeye. Þú veist, hvað rugglar það? Þetta er alltaf alveg crazy, sko. Það er, þú veist, ég verður að fá þann disk. Já. Bara, ég verður að smaka það. Go ahead, my queen, sko. Þú veist, sko, Wagyu er eitthvað svona sem við sunnum við eigum sameiginlegt, sko. Já, við eigum Wagyu sameiginlegt. Nei, og því ég smakkaði Wagyu, fyrst skiptum með þér. Já, á apótekinu. Já. Og bara lífið mitt hefur aldrei verið þið sama eftir það. En þannig bara þegar, þú veist, og það var Wagyu nauta, lund. Já. Þetta er ribeye, sko. We got the ribeye. Og ég skal lesa með að þú smakar. Ok. Pönnusteikt A5 Wagyu ribeye frá Japan. 100 grömm. Sveppir, piklað, grasker, yuzu mayo, salsa maha og stökkur púrrulaukur. Þetta lúkar ekkert eðlilega vel. Nei, þetta er fáránlegt. Það er ekki. Vá. Þetta er alveg fáránlegt bráð. Við erum bara með Wagyu beint frá Japan í settinu okkar. Nei, sko, ég tók líka svepp, kjötbita, majónesið og hérna stökka hérna, hvað sagði þetta væri? Orlaug? Já, púrrulauk. Já, púrrulauk, já. Já, stökka púrrulaukinn. Og nei, þetta er svo ég hafi borðað svona 7000 mismunandi brauð á samtíma. Það er þetta best eða þannig. Nei, ákveðst þú verður að smaka þetta er galið. I will. Og ég gefa þetta? Já, gefa mér. Ok, nei, þetta er what the hell. Svo ógeðslega fyndið bara fyrir nokkur árum borðið við sunnum ekki kjöt, sko. Já, núna er það uppáhaldið okkar. Alltaf þegar við fyrir út að borða saman, eða deila ribeye. Ok, og þú verður líka að fá það graskesmög hérna. Þetta lúkar ekki svo grasker, þetta er svarta litin. Ég veit að, nei, þetta er eitthvað annað. Ertu tilbúin í þessa veislu í munnunni? Ég er svo tilbúin í þessa veislu í munnunum minn. Wow! I know, right? Wow! Oh my god. Ég bara, þetta bráðnar upp manni. Yeah, I know. Vá, hvað þetta er gott. Og gott. fyrir ekki svona 7000 mismunandi brauð, bara, það er alltaf að gerast, þetta er bara veisla. Vá. Oh no. Vá, ég elska að við sem að fá þetta teista þess að núna veit ég hvað ég ætla að panta mér næst líka, skilurðu. Já, bara þegar ég er ekki að fara á 50 degi. Því fyrir ekki 50 degi, þá er þetta komið næst, ég verða að fá þessi rif. Þessi rif, túnfiskinn og bollofrægi og tepurselunum, rækjurnar, oh my god, humarinn, en við eigum náttúrulega, sko. Við konfliktir andalega, þetta hefði ég ekki hugmynd. Ég hefði ekki hugmynd að vera með þetta. Ekki ég heldur, og þannig erum við með hvítkál, grasker, piklað rauðlauk, maís, granatepla, salsa, avokado salsa, hoisinsósu, amarillo-sósu, pistasíur og tortýr. Nam. Þú getur bara búið til þína eigin bara andalærisvefju. Fuck off hvað þetta lukka vel, sko. Nei, sko, það er svo gott dæmi. Þetta er eitthvað sem ég fæ mér svo sjaldan, en alltaf því ég fæ mér þetta, þá er ég bara, fuck já, I've been snoozing. Ángríns, I have been snoozing. Það er að henda eina vefju eina fyrir okkur. Þetta er í alvegni, úff. Og þetta er líka svo gyrtir þetta, sér ekki hvernig þetta er skorið. Ég veit, og þetta er líka að segja að þetta er bara easy fyrir þig, að bara hendur sér saman, svo getur stráðu smá svona. Já, gerð það. Ok, gerum það, já, þetta er mixa með granateplu. Þetta er svona sósi.
Put a little saucy sauce. Ok, Ekki setja mikið. Besma? Já. Svona. Ég heldur að það væri þyrri. Já, ég heldur að maður myndi líka. leka Já, yfir já. mig. Það ekki að sulla aftur á mig svo í tapastættinum okkar. Sko. Ok, læmaði mig. Ég ætla alveg með. Það er alltaf mikilvægt að setja smá læm, sko. Alltaf smá læm. Alltaf læm yfir allt Mexíkó, sko. Já, sko, réttinir sem kom með læmi, þeir eru meant to fail læm. Já. Ok, nei, ég er svo tilbúin í þetta. Þetta er tilbúin. Já. Let's go, let's wrap it up. Ég er alveg ekki dægilega spennt, sko. Nei, líka. Ég er að lifa, I'm living through you right now. Ég var að smaka þetta. Wow. Hvernig er þetta? Oh my god. Og gillilega var að klára að borða, en vá hvað þetta lúka vel. Þetta er alveg rugglað. Nei, þetta er... Nokk rétt hérna, fyrst frá tré sem ég var Nei, aldrei það verður pæntum okkur þannig líka næst. Oh my god, brauðin. Þetta er my type, sko. Nei, Ég elska svona piklað dæmi og... Vá. Þetta er með því ferskasta sem smakka. ég fengi á ævi minni. Einmitt. What the hell í aftur? Vá. Ég er í sjokki. Ok, er andalegri. bákað Það er eitthvað sem ég myndi ekki fatta að panta mér. En mér finnst öndina bara stundum alveg svona heavy. Alls ekki. Vá. Þetta er mjög fest. Vá hvað þetta er fest. Það er svo geggjað að deila með einhverjum. Því að, alveg, hvað? 3 eða 4 tíður eða það? Yummy. Vá, þetta er rosalegt. Svona ætla bara síðast en ekki síðast, sko. Herðu, flottast eftir þetta sem ég sé á æfum minni. Það segir þetta, ég hef aldrei smakkað hann. Í alvörinni? Já. Ok, lestu mann með negin. Ok, þetta er sko, ég hef oft séð hann på svona Instagram og þannig og eitthvað, svo hef ég svo oft farið á Tres, borðað með fulla og bara ekki verið með pláss fyrir eftir rétt. Borðað með fulla. Borðað með ángrís, bara stóð fulla af góðum mat, en hérna erum við hvít súkkulaði mægís. Það er bara að loka bara svo mægís, en þetta er bara hvít Þetta er bara sjokolade, sko. skýr ostamús. Þá veist talaði við mig. Með ásturaldin og júsufyllingu, mango og ásturaldins ís. Þetta er bara flottast eftir þetta á landinu. Þú ert sko búin að stela gaflinu mínum. Ég er svo spennt. Hérna. Var þetta þinn sem var hér? Nei, minnum hana. Já, minnum hana. Já. Ég er svo spennt fyrir þessu. Hvernig er þetta? Þetta er svo gott, sko. Er það ekki? Jú, vá, hvað þetta er gott. Ég fann annan bitar. Og ég alveg með. Vá. Hvernig gera þetta? Ég skil það ekki. Hvernig shapea þau þetta svona? Ég skil shapeið, en ég skil ekki þetta, mægísin. Einmitt. Hvernig í fjandanum? Ég skil það ekki, sko. Hlýtur að vera eitthvað formið eitthvað. Það lítur nú bara að vera. Já. Herðu, þeir sem eru á leiðinu á Tres Locos núna, þú veist, þeir eru öll á leiðinu á Tres Locos núna. Þeir eru allir leiðin að 50 í teipasöðilinn. Algjörlega. En þeir eru ekki á 50, eða þið viljið bæta við teipasöðilinn, þá eru þessi réttir fucking 110. Ég bara 110, ég bara, oh my god, you're in for a fucking treat. Tres Locos, takk fyrir fucking okkur, þetta er rosalegt. Takk fyrir að koma alltaf þegar ég settið okkar með bara þessa veislu. Ég bara, já, þú veist, einu sem okkur vantar er smá bara stemmingin en inni og þú veist, hérna, tónlistina. Væri til í að vera á Tres, right now? Ég væri til í að vera á Tres, ég væri til í að vera á Tres. Og verið inn á Sunny Margarita. Með því, klárlega, sko. En vá, ef ykkur vantar hugmyndir af ykkur til þess að panta, you got it right here. Ég held að við sem bara með best of the best hérna, sko. Við erum klálega með það. Að það ekki? Jú. Svo náttúrulega mælum við bara alltaf með því að þú veist, að trýta sig, að glóa upp, það er líka að gera næs við þig, inn á milli. Annars ertu bara að fara að vera depresso nesso, sko. Já, en henni er ekki að vera depresso, sko. Nei. Í alveg talað. Og svo líka ætlum við hérna að bjóða nokkrum með hlustendum í bíó. Já. Í næstu viku. Einmitt. Við erum einmitt að fara á þessa myndi núna í kvöld. Já, við erum að fara að prata til mér í kvöld og hérna sem er nýja Ryan Gosling myndin sem er bara að vera frumsýna right now bara, þú veist, ég held að það bara verið í gæri London sem að Ryan Gosling var á rauða dreglinum, sko. Einmitt, crazy. Þannig að við erum að halda smá forsýningu í kvöld og svo ætlum við að bjóða ykkur hlustendum á þriðdag næsta, 16. mars. Þið sem komist og þið sem náðu að skrá ykkur. Já, þið bara fylgist með Instagram hérna þegar við setjum það að stað. Við ætlum að byrja að setja þetta inn í bestísgrúpuna á Facebook. Við erum með svona samfélag þar sem við viljum að allir komi inn í. Það byrjum að setja það þar og svo bara fer hann beint í loftið. Þannig að þið sem eru í grúpunni kannski fá smá forskot. En já, það eru 300 okkar sæti. Þetta er maxsalurinn í Smárabíó. Já, líka maxsalurinn, sko. Það er geðveikt. Þannig að hann er geggjaður og já, þú veist, það verður ógeðslega gaman í okkur. Við erum svo spennt að sjá svo spólu, sko. Já, við erum svo spenntar. Já. Ég held ég ekki spennt fyrir gamespólu. Nei, en samt Goslarinn, sko. Þetta er Goslarinn, sko. Og þetta er bók, þannig að mér finnst alltaf myndir sem eru bók. Betri. Alltaf betri. Alltaf betri. Klálega miklu meiri dýft í karakterum, sko. Já, það er alltaf eitthvað, sko. Það er það. En svona áður við lókum þessu, ok, svona síðasta glow up, svona ef þú hugsa bara árið sem er framöndan, stórt ár hjá okkur báðum,
Hvað verður svona bara non-negotiable hjá þér? Varandi glow up? Bara hvað ætlar að gera? Til að halda þínu glow up? Bara eitthvað svona þá nýtt eða? Já, gera bara eitthvað nýtt. Já. Non-negotiable nýtt. Því við vitum skrefin og við vitum þú stjórnlega að hreyfa þig og allt þetta, sko. Ég ætla að halda að fara mjög LPG-inu. Mér langar að svona maksa það, bara to its full potential. Og, já, hvað ætla ég að gera? Já, ég veit ekki neitt nýtt sem þetta er hug. Þú er talað sem nutti, en það er kannski... Nutti, já, LPG, já, nei, en bara íþróttanutt líka. Já. Ég ætla að duðlega því. Já. Af því að mér finnst, já, ég bara finn rosalega mun á mér, af því að maður er að hreyfa sig mikið og maður er ekkert að yngjast, þannig að maður þarf að hugsa vel um eins og veðva, sko. Og já, bara, þú veist, vera duðlega bara líka að njóta. Einmitt. Bara, þú veist, að vera ekki eitthvað að stressa mig of mikið yfir eitthvað að þurfa að ná öllu, bara vera bara að lifa í núinu, skilur, það, þú veist, það er líka svona andlegt glow up, skilur, bara svona, það er svo, kannski aðeins of anal ásumum hluti. Eins og við erum bara að tala um, þú veist, það er bara, þegar það drasl heima hjá okkur, skilur. Depression er svo. Það er maður depression er svo, sko, bara, 100%, en það er líka bara svona eitthvað litli hluti bara sem hjálpa mann að glow up, bara eitthvað hafa þessi litli hluti á hreinu. Ég held að mitt non-negotiable er núna bara restina af árinu, náttúrulega ég ætla að reyna að duðlega halda fram að hreyfa mig og þú veist, ég hef svona oft dotti í það gír og dotti svo úr honum, en ég ætla að reyna bara að halda honum sem steady, ég er náttúrulega ennþá þessu markmið sem ég er á, skilur, 200 æfingar. Já, einmitt. Ég er að tala hvort ég er komin. Já, það er smá síðan settur í staði. En ég náttúrulega er alltaf með samt, þú veist, þannig ég man allar æfingar, en ég þarf bara að setja inn, hvernig ég setti þessast í close friend story að telja, þannig að það er mitt markmið náttúrulega út árið, en ég held svona líka mitt non-negotiable er, þú veist, ég ætla að gera, þú veist, segjum bara ég er bara geðveitt latan dag og ég ætla bara, það bara að vera heima okkur þannig, þá allavega bara setja slík bönn, eða þú veist, setja á mann andlit, þú veist, bara svona eitthvað eitt fyrir mig, hvern einasta dag, mann, ég heyrði eitthvað mann í, þú veist, hann Queer Eye for a Straight Guy, eða hvað heitir? Já, þetta heitir það, Queer Eye for a Straight Guy. Já, það ekki, og það sem að tala bara svona, gerði eitthvað eitt, hvern einasta dag, þótt að sé bara að setja hárið þetta, að greiða þig, þú veist, það bara gerir meira fyrir þig. Já, bara svona taka sér smá saman, það þarf ekki að vera eitthvað mikið. Nei, þannig að mitt non-negotiable er hvern einasta dag að gera eitthvað fyrir mig, þótt að sé bara þetta. Já. Bara, tæknum sem hann mála mig, eða þú veist, eitthvað. Eða bara fara í everything shower, skilur. Eða bara fara í everything shower, já. Þarf ekki að endilega að mála þig. Nei, nákvæmlega. Gera þig fresh, og bara við erum að taka til, skilur, bara, ok, settu hárið bara í sleek, bara ponytail og get it done. Já. Eitthvað svona. Einmitt. Og líka bara, þú veist, ef það verður bara kósi, bara gerðu bara húðrútínu eina samt, skilur. Já, góð að sjá mjög að dóla myndina. Bara, já, eða líka bara að vera ómálu yfir daginn, skilur. Já. Bara vera með glowy skin care. Allavega það, mann líður svo miklu betur. Ég segi það, bara eitthvað fyrir þig, hvern dag, saman hvað það er, bara eitthvað fyrir þig sem lætur líða betur. Og við vitum öll, og líka bara, ógeðslega góð, bara áminning, bara stundum að bara taka svona rain checker sjálf og sér bara svona, herðu, hvað lætur mig líða vel? Ok, hreint heimilið, þetta. Og þegar þú ert bara svona having an off day, þú getur bara lita á hana lista og hvað geti gert? Hvað mér komur í betra skap? Já, þá sérðu allar hluti, þú veist, auðvitað vitum við eitthvað, já, göngu þú lætur mig líða betur, en þegar þú ert bara svona í einhverjum móki, þá fattar ekki heilt út í göngutúr. Þannig að vera bara með lista, kíkja. Já, og vera bara búin að skrifa niður bara hvað lætur mig líða betur. Já, bara kveiki kertuljós, ok, gerðu það þá. Lesa bók, hlusta bók. Það á við, þann tíma, já. Algjörlega. Þannig að bara let's go, let's do this, we're glowing up together, bara við tökum på þetta eitthvað annars og þátt á þessu ári, bara með meiri tips and tricks og... Hvað búið að virka fyrir okkur? Já, hvað búið að virka, já. Þannig að we love you guys. Love you besties.